Sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 157. Það eru 19 mál á dagskrá, einn varafulltrúi á þessum alþjóðadegi póstsins og við erum stödd í Sjóminjasafninu á Húsavík. Fyrst er það atvinnumál í Norðurþingi. Númer 2 er umsvif ferðaþjónustu í höfnum Norðurþings. Númer 3 er boðað þátttöku í samráði sem er frumvarp til laga vegna breytingar á sveitarstjórnarlögum. Númer 4 er Dark Sky og Norðurþing. Númer 5 er skólastefna Norðurþings, endurskoðun. Númer 6 eru viðaukar á velferðarsviði. Númer 7 eru viðaukar í hreinlætismálum. Númer 8 er viðauki brunamála og almannavarnir. Númer 9 er viðauki vegna tekjufalls. Númer 10 er samþykkt hunda- og kattahald og númer 11 er samþykkt fiðurfé. Svo er það fundargerðir til staðfestingar, 3 fundargerðir fjölskylduráðs, 2 fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs, 2 fundargerðir byggðaráðs og 1 fundargerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings. Og við göngum þá til dagskrár og förum í mál númer 1 sem er atvinnumál í Norðurþingi. En frá því snemma á þessu ári hefur legið fyrir að rekstur PCC Bakki Silicon hefur verið erfiður vegna ástands á heimsmarkaði með kísilmálm. Það hefur leitt til rekstrarstöðvunar og uppsagna starfsfólks þar sem 130 manns hafa mist vinnuna þar sem af er þessu ári. Rekstrarstöðvunin hefur víðtæk áhrif á starfsemi verktaka og þjónustufyrirtækja en 20 fyrirtæki í Norðurþingi hafa beinan hag af því að verksmiðjan sé í framleiðslu. Norðurþing hefur greint áhrif rekstrarstöðvunarinnar á sveitarsjóð og er tekjusamdráttur útsvarstekna áætlaður á bilinu 300 til 400 milljónir króna sem jafngildir 12 til 14% samdrætti miðað við árið 2025. Áhrif á Hafnarsjóð Norðurþings eru enn þyngri en áætlað er að sjóðurinn missi 60 til 70% tekna sinna vegna rekstrarstöðvunar PCC og stöðvun strandsiglinga á Íslandi í kjölfarið. Sveitarstjórn hefur það sem af er ári átt marga upplýsingafundi og mjög gott samtal við þingmenn kjördæmisins, fastanefndir Alþingis, ráðherra í ríkisstjórn Íslands stöðu mála. Á síðasta vorþingi satt forsvarsfólk sveitafélagsins ásamt forstjóra PCC fundi með atvinnuveganefnd annars vegar og efnahags- og viðskiptanefnd hins vegar til þess að upplýsa stöðuna og fara yfir mögulegt viðbragð að hálfu stjórnvalda. Í haust hafa sömu aðilar fundað bæði við fjármála- og efnahagsráðherra og utanríkisráðherra til þess að fylgja málum eftir fyrir PCC. Einnig var fundað með þingmönnum kjördæmisins í kjördæmaviku í lok september. Í júní áttu sveitarstjórar á SSNE-svæðinu ásamt framkvæmdastjóra samtakana fund með forsætisráðherra þar sem farið var yfir áhrif rekstrarvanda PCC á Norðurþing og atvinnumál á SSNE-svæðinu. Í framhaldi af þeim fundi skipaði forsætisráðherra starfshóp 5 ráðuneyta með það hlutverk að kortleggja stöðuna í atvinnumálum á Húsavík og nágrenni vegna tilkynninga mögulega rekstrarstöðvun kísilvers PCC á Bakka. Starfshópnum var einnig ætlað að koma með tillögur að mögulegum viðbrögðum stjórnvalda bæði til skemmri og lengri tíma með hliðsjón af ólíkum sviðsmyndum. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili forsætisráðherra álitsgerð sinni núna miðjan október en samvinna við hópinn hefur verið mjög góð, mikil upplýsingagjöf og kortlagning á stöðu mála. Sveitarstjórn hefur allt þetta kjörtímabil lagt mikla áherslu á grænan iðgarð á Bakka. Sú vinna hefur skilað góðri kortlagningu á gæðum svæðisins sem hefur leitt af sér mikinn áhuga fyrirtækja á iðnaðarsvæðinu. Sveitarstjórn samþykkti viljayfirlýsingu við gagnaver á síðasta fundi sínum. Auk þess er unnið að viljayfirlýsingu landeldi á Bakka og rannsóknum á svæðinu kringum Bakka fyrir vindorkuver, Carbfix, Heidelberg og steypustöðina. Þá er til skoðunar álúrvinnsluverkefni, rafeldsneytisframleiðsla, stórþarravinnsla Íslandsþarra og fleiri verkefni sem eru styttra á veg komin. Til að meta stöðuna og tryggja þá innviði sem þarf til þessara verkefna hefur til dæmis verið fundað með Landsvirkjun, Landsneti, Farice, Vegagerðinni, SSNE og Eimi.
Rekstrarstöðin PCC hefur mikil áhrif á rekstur Norðurþings, fyrirtækja og félaga á svæðinu, samfélagið á Norðurþingi og lífsviðurværi fjölskyldna. Sveitarstjórn hefur fullan skilning á alvarleika stöðuna sem upp komin en ítrekar það að það eru mikil verðmæti fólgin í þeirri vinnu sem sveitarstjórn hefur lagt áherslu á síðustu mánuði og í tengslum við grænan iðngarð á Bakka. Sveitarstjórn mun áfram berjast fyrir tilveru verksmiðju PCC Bakki Silicon og einnig leggja allt kapp á að styrkja stoðir atvinnulífsins með því að fjölga fyrirtækjum og nýjum atvinnutækifærum í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn vinnur úr erfiðri stöðu af ábyrgð með samvinnu, jákvæða nálgun og bjartsýni fyrir framtíð samfélagsins. Og sveitarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Því ekki að neita að hér á Húsavík þá staðan að þrengjast og uppsagnirnar hjá PCC eru farnar að bíta verulega í hjá fólki og fyrirtækjum á sama tíma og okkar dýrmæta atvinnugrein ferðaþjónustan dettur því miður ennþá í hálfgerðan dvala yfir vetrarmánuðina. Það er alveg ljóst að rekstrarstöðin PCC á Bakka hefur víðtæk áhrif í samfélaginu á Húsavík og nágrenni á starfsfólk fyrirtækisins, viðskiptaaðila þess og sveitarfélagið. Eftir umræður í byggðaráði stöðu atvinnulífsins í tengslum við rekstrarstöðin PCC leituðum við til SSNE að leggja mat á umfang þessara áhrifa og kanna mögulega viðbrögð fyrirtækja. Á næstu dögum eiga fyrirtæki á svæðinu því von á stuttri könnun áhrif rekstrarstöðvunarinnar og til hvaða viðbragða ráðgert að grípa. Vonandi verða undirtektir og svörun góð til að hægt sé að meta hvernig best sé að bregðast við ástandinu. Baráttan fyrir tilvist PCC númer 1, 2 og 3 en á sama tíma þá mjög mikilvægt að landa nýjum atvinnutækifærum. Það skiptir miklu máli vinna Landsvirkjunar og að þau hraði vinnu við mat á fyrirtækjunum sem að sækjast eftir orku fyrir verkefni á Bakka og gefi út viljayfirlýsingar orkuafhendingu sem allra fyrst. Ég vil upplýsa aðeins hvernig við erum að vinna vinnuna í kringum grænan iðngarð á Bakka sem byggir á gríðarlega góðri vinnu undanfarinna ára. Þar má nefna skipulagningu iðnaðarsvæðisins bæði í aðalskipulagi og deiliskipulagi, skýrslur sem tóku á hugmyndafræðinni í kringum grænan iðngarð og vinnu Karenar verkefnastjórans okkar sem kortlagði auðlindir svæðisins og bjó þannig upplýsingar að þær eru mjög aðgengilegar áhugasömum fyrirtækjum til að kynna sér svæðið. Það hefur komið í ljós núna síðustu vikur hversu mikilvæg sú vinna var og það hefur hjálpað okkur í samskiptum við áhugasöm fyrirtæki vegna uppbyggingar, Landsvirkjun, Íslandsstofu, ráðamenn og fleira. Stjórnskipun vinnunnar hefur verið í byggðaráði og stjórn þróunarfélagsins grænan iðngarð á Bakka en fulltrúar úr byggðaráði sita líka í stjórn þróunarfélagsins þannig að megin þungin í byggðaráði. Vinnuhópur starfsmanna heldur líka utan daglega vinnu. Hann samanstendur af sveitarstjóra, fjármálastjóra, rekstrarstjóra Orkuveitu Húsavíkur, rekstrarstjóra Hafna, skipulagsfulltrúa og sviðsstjóra skipulags- og framkvæmdasviðs. Hlutverk hópsins regluleg upplýsingagjöf til byggðaráðs og eftirfylgni með ákvörðunum þess. Við fundum reglulegum stöðu þeirra verkefna sem eru til skoðunar, skiptum á milli okkar að vinna með fulltrúum fyrirtæki sem eru í rannsóknum á svæðinu, símhringingar og fjarfundir til að halda fyrirtækjum við efnið og taka stöðun og það mjög mikilvægt til þess að verkefnin sofni ekki og að við séum alltaf með nýjustu upplýsingar framgang mála. Gagnaöflun svæðið og auðlindir sem fyrirtækin að kalla eftir og þar mæðir mest á Orkuveitu Húsavíkur. Gerð viljayfirlýsinga og samskipti við lögfræðinga, funda með nýjum áhugasömum aðilum tækifæri á Bakka og samskipti, fundir, upplýsingar og eftirfylgni við SSNE, EIM, Landsvirkjun, ráðuneyti, þingmenn og hagaðila í kringum atvinnulífið. Norðurþing í samstarfi við EIM, Landsvirkjun og Íslandsstofu að vinna að viðburði eða ráðstefnu sem fer fram á Húsavík þann 20. nóvember næstkomandi. Viðburðin ætlum við að kalla Framtíðin á Bakka, samvinna, sjálfbærni og sóknarfæri og markmið hans að draga saman hagaðila á svæðinu til að ræða sameiginlega framtíðarsýn og möguleika til frekari verðmætasköpunar.
Eimur hefur haldið utan skipulagningu viðburðarins sem mikilvægur liður í að efla umræðu og samstöðu framtíðarsýn fyrir græna atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi og mun meðal annars varpa ljósi á hvernig orka, varmi og innviðir skapa ný tækifæri á Bakka, hvernig hringrásarhagkerfi getur stutt við atvinnuþróun og alþjóðlega ímynd Íslands og hvernig samfélagið getur tekið virkan þátt í sjálfbæri uppbyggingu. Ráðstefnan verður auglýst á næstu dögum og verður öllum opin og íbúar og forsvarsfólk fyrirtækja á svæðinu hvatt til að taka daginn 20. nóvember frá í dagatalinu og ég mjög þakklátt byggðarráði fyrir að taka strax jákvætt í þessa hugmynd þessa ráðstefnu og leggja sitt að mörkum. Eins og kom fram áðan í inngangi forseta, þá höfum við fengið góð áheyrn hjá stjórnvöldum og ég vil víkja aðeins að starfshópi forsætisráðherra og 5 ráðuneyta sem var settur á laggirnar í vor með það hlutverk að kortleggja stöðu atvinnumála á Húsavík og nágrenni vegna rekstrarstöðvunar PCC. Hlutverkið að koma með tillögur að mögulegum viðbrögðum stjórnvalda til bæði skemmri og lengri tíma með hliðsjón af ólíkum sviðsmyndum. Starfshópurinn átti að skila af sér í september en því hefur verið seinkað fram í miðjan október. Samvinna við hópinn hefur verið mjög góð, mikil upplýsingagjöf og kortlagning á stöðu mála. Mér skilst að þessi skýrsla sem kemur út, hún verði opinber og mér finnst það eðlilegt. Byggðarráð hefur lagt inn í vinnuna fjölmörg atriði sem geta styrkt atvinnulífið í Norðurþingi og vonandi er hægt að hraða opinberum framkvæmdum og verkefnum hérna á svæðinu til að veita súrefni inn í atvinnulífið sem allra fyrst. Eitt ánægjulegt verkefni sem hefur tekið óheyrilegan tíma er loksins komið á rekspöl, en það er hjúkrunarheimili hér á Húsavík sem fór í útboð núna í lok september. Ef allt gengur upp og hægt verður að taka raunhæfi tilboði gerir tímalína verkefnisins ráð fyrir að fullnaðar hönnun og verkframkvæmd verði unnin samhliða og hefjist í febrúar á næsta ári. Reikna má með verklokum fljótlega á árinu 2028 þannig að verkframkvæmdin sjálf er áætluð 2 ár í allt. Vert er að minna á að það er ríkið sem sér að öllu leyti uppbyggingu hjúkrunarheimilisins og héðan í frá er kostnaður sveitarfélagsins, lóðin og gatnagerðargjöld eins og lög gera ráð fyrir. Engin prósentu kostnaðarþátttaka í verkefninu eins og hefði orðið ef að byggingin hefði farið af stað fyrir 2 til 3 árum. Og það er FSRE sem heldur að fullu utanum þetta verkefni fyrir hönd ríkisins. En vegna stöðunar sem atvinnulífið okkar er í augnablikinu þá vil ég að lokum ítreka að ég er mjög ánægð með sveitarstjórnina mína og starfsfólkið mitt sem vinnur úr erfiðri stöðu af ábyrgð og eins og framkom hérna í inngangi með samvinnu, jákvæða nálgun og bjartsýni fyrir framtíð samfélagsins að leiðarljósi og það er mikilvægt að sú nálgun sé í fyrirrúmi enda gríðarleg tækifæri í auðlindum á svæðinu og mannauðnum í sveitarfélaginu og ég segi bara áfram Norðurþing. Katrín hefur lokið máli sínu, Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti. Í vikunum barast tíðindum að nokkur lönd innan Evrópu yrðu undan þeim verndartollum á stáli sem að flytja á til landa Evrópusambandsins. Þau tíðindi hafa ekki bein áhrif á Ísland þar sem hér er ekki stálframleiðsla en þessi tíðindi gefa góð fyrirheit að samskonar ákvörðun kunni að vera tekin af Evrópusambandinu í nóvember varðandi kísilmálm innflutning til landa Evrópusambandsins frá þessum löndum og Ísland er í þeim hópi. En það myndi gagnast PCC Bakki Silicon og samfélaginu hér. Það til annað kemur í ljós, þá ætla ég það minnst að vera bjartsýn á góða niðurstöðu. Atvinnuhættir breytast og þróast. Á fyrri hluta síðustu aldar eru menn til fiskjar á opnum árabátum á Skjálfanda. Síðar tóku við vélbátar og þróunin leiddi til stærri fiskiskipa. Bændur slógu engi með orfi á ljá og fram eftir síðustu öld, en dráttavélar og sláttuvélar leystu þær aðferðir á hólmi. Af hverju er að nefna þetta hér undir umræðum atvinnumál í Norðurþingi? Það er meðal annars vegna þess að mér hefur fundist gleymast í umræðinu starfsemi PCC Bakki Silicon, sér í lagi hjá þeim sem hún er af einhverjum ástæðum þyrnir í auga, að vörur fyrirtækisins eru okkur mikilvægir í daglegu lífi, meðal annars vegna þess með hvað hætti atvinnuhættir hafa þróast.
Í dag næstum öll stafræn tæki og tækni byggð á kísilflögum. Það því umtalsvert mörg störf í nútíma samfélagi sem gengu ekki með sama hraða og skilvirkni í dag ef ekki væri fyrir kísilmálminn. Við munum mörg hver eftir að greiða fyrir vörum með peningum eða ávísunum þegar búðakassar voru rafrænir en ekki stafrænir eða að skila skattaskýrslu á pappírsformi. Í dag leysum við þessa hluti rafrænt með fjarskiptatækjum eða úrum og viðtækin tekur á móti tækjum þar sem kísilmálmurinn einnig í lykilhlutverki. Þannig hafa verslunarhættir og stjórnsýsla breyst og þróast líkt og fiskveiðar og landbúnaður. Þá kísilmálmurinn hluti af vegferð í orkuskiptum sem mikilvægt efni í sólarrafhlöðum. Mér þykir mikilvægt að minna á þetta hér í dag því starfsemi PCC Bakki Silicon skiptir ekki máli bara hér í samfélaginu, heldur líka í alþjóðlegu samhengi sem framleiðandi vara sem okkur öllum mikilvægar í daglegu lífi og gera lífið einfaldara og þægilegra á margan hátt. Ég lít þannig á að svo staða sem uppi varðandi PCC með tilheyrandi afleiddum áhrifum á samfélagið allt sé tímabundin. Við þurfum aðeins að halda niður í okkur andanum, en ég lít jafnframt þannig á að við stöndum á ákveðnum tímamótum þessar mundir. Því það að nálgast að verða áratugur síðan fyrsti og eini raforkusölusamningurinn var gerður vegna starfsemi á iðnaðarsvæðinu á Bakka. Mér þykir persónulega langur tími liðinn án þess að tekist hafi að selja meira af þeirri orku sem til staðar hér á svæðinu til starfsemi á Bakka. Þau tæplega 8 ár sem ég hef nú verið í sveitarstjórn hefur eftirspurn eftir að setja niður starfsemi fyrirtækja Bakka verið til staðar en af ýmsum ástæðum hefur fyrirtækjum ekki tekist að stíga skrefið til fulls. Þó eftirspurnin hafi sannarlega verið til staðar, þá hefur hún aldrei verið meiri en einmitt núna. Horft til framtíðar, sem á margan hátt mun skemmtilegra en að horfa í baksýnisspegilinn, tel ég raunhæft að á næstu 2-4 árum munum við aftur upplifa uppbyggingatímabil vegna iðnaðarsvæðisins á Bakka. Mín framtíðarsýn að það takist að gera fleiri raforkusölusamninga, og takk ég eftir ég segi fleirtölu, raforkusölusamninga, vegna starfsemi fyrirtækja Bakka í tiltölulega náinni framtíð. Hún felur í sér að þó íbúum hafi fækkað 50 frá 1. desember 2024, þá muni þeim fjölga á ný eins og verið hefur frá árinu 2016. Hún felur í sér að með tilkomi nýrra fyrirtækja Bakka verði til ný afleidd störf, hvort tveggja hjá fyrirtækjum sem eru hér til staðar nú þegar eða að ný fyrirtæki verði til. Hún felur í sér blómlegt líf, framúrskarandi skóla, öflugt íþrótta- og tómstundastarf. Og þess vegna við og eigum að vera kjörnir fulltrúar ásamt lykil starfsfólki sveitarfélagsins í virku samtali við fulltrúa okkur á Alþingi og í ríkisstjórn og aðra hagaðila aðgerðir varðandi PCC Bakki Silicon, aðgerðir varðandi áframhaldandi uppbyggingu á Bakka, þar sem fjárfestingar samfélagsins hér sem og ríkisins verði nýttar eins og tilstóð í upphafi. Ég bind vonir við innihald skýrslu starfshóps forsætisráðherra og aðgerðir í kjölfar tillagna sem þar verða kynntar verði til þess fallnar að nýta fjárfestingarnar sem þegar búið að stofna til eða fá heimildir fyrir og til þess að treysta byggð á norðausturhorninu sem valkost á móti suðvesturhorni landsins. Eins og fram hefur komið hér á undan hefur staðan í atvinnumálum þyngst að undanförnu. En það full ástæða til bjartsýni. Helena hefur lokið máli sínu, Benóni Valur hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég eiginlega, hugur minn töluvert hjá því fólki sem að nú misti vinnuna. Ég svo sem sjálfur verið svo heppinn í lífinu að hafa aldrei lent í því að vera atvinnulaus til langs tíma en ég get svona rétt ímyndað mér hvernig fólki líður og mér finnst ástæða til þess að við svona höldum utan um þau og peppum sem að ég heyra að menn að gera hér í ræðustól. Ég alls ekkert úrkula vonar að PCC starti aftur, það getur bara velgerst og ég held að það komi nú ljósendar bara á núna allra næstum árum hvort það verður eða ekki. En enga síður finnst mér full ástæða til bjartsýni. Og ég bara nefni það sem dæmi að við höfum nú Húsavík og nágrenni farið í gegnum þetta 2 svar áður. Kaupfélagið lokaði og við heldum að þetta væri allt búið.
það var ekki. Svo fór kvótinn og við heldum að þetta væri allt búið, en svo var aldeilis ekki. Og við höfum reynslu, þekkingu, mannafla og mannauð til þess að snúa vörn í sókn í öllum tilfellum. Og það eigum við að gera. Við hefum ekki að láta neitt bilbug á okkur finna. Við getum sjálfsögðu sótt á ríkisstjórnina og látið hana hjálpa okkur eins og hægt er, en fyrst og fremst verðum við að hjálpa okkur sjálf. Bæði við sem hér sitjum, sem og samfélagið allt. Ég skora einfallega á alla íbúa Norðurþings að íhuga máli, hvort að ekki séu sóknarfæri einhvers staðar, koma hugmyndum á framfæri. Þær eru örugglega margar og ég held að við í sveitarstjórn munum taka fagnandi á móti því ef einhver kemur með góða hugmynd til okkar atvinnusköpun sérstaklega eða bara eitthvað gott samfélagsverkefni. Ja, við þurfum það líka. Við þurfum að halda þétt utan samfélagið okkar eins og staðan er, halda áfram, fulla ferð. Við þurfum vissulega aðlaga rekstur sveitarfélagsins að breyttum tímum, það er augljóst. En leið ættum við að setja svolítið fókus á ef við finnum einhvers staðar lítil verkefni sem jafnvel er svolítið mannaflafrek þó að fá verkefni sé orðið það í dag, þetta er mikið orðið velvægt, en enga síður við höfum örugglega þó nokkuð mörg verkefni sem ekki kosta mjög marga peninga sem við getum sett af stað til þess að hjálpa til við að halda fólki í vinnu meðan að þessu tímabundna ástandi vari því að eins og fram hefur komið hér fyrr í ræðustól þá fjölmörg tækifæri framundan og ég er sannfærður að innan 3 til 5 ára þá lítum við tilbaka og segjum nú, var þetta nú allt og sumt? Var ekkert meira en þetta? En til þess þá þurfum við að þétta raðirnar allstaðar, bæði hér og í samfélaginu og hjá fyrirtækjum og vera frjó, koma með nýjar hugmyndir og halda fulla ferð áfram. Benóný Valur hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, öðru sinni, gjörðu svo vel, Helena. Forseti. Já, mér langar aðeins að fyrst að Benóný myndi á það að það væri skynsamlegt á þessum tíma að horfa til nýrra hugmynda og hvað við getum gert sem erum hér í samfélaginu. Það mátti ég til með að koma hérna upp verandi fulltrúi sveitarfélags í stjórn SSNE til að minna á það að akkurat þessa myndir eru opið fyrir umsóknir í uppbyggingarsjóð til 19. október, næstkomandi ég man eftir. Þannig að ef einhverjir eru með góðar hugmyndir að þá er hægt að sækja fjármagn til þess að byrja að þróa þær og mögulega geta þær orðið að veruleika. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Við stöndum sannarlega á tímamótum. Það kreppir að í atvinnulífinu og áskorunarnar framundan sem krefjast siglu og trú á framtíðin eins og hér hefur komið fram. Við vitum að það er margt áhugavert og spennandi sem að bíður okkar, tækifæri sem geta breytt samfélaginu. Við sjálf þurfum að hafa trú á því sem við erum að gera. Auðlindir svæðisins, kostir þess og gæði laða að nýju og spennandi verkefni og fjárfestingar. Að skapa störf og tekjur sem feli í sér nýtingu auðlinda. Höfum þess vegna trú á því sem við erum að gera. Við þurfum að halda í hugrekki og sköpunarkraft í bland við seglu, æðruleysi og baráttu þrek og höfum trú á því sem við erum að gera. Að byggja upp sterkt samfélag er verkefni okkar allra, fólksins, fyrirtækjana, stofnana og hver króna sem nýtt er hér heima verður eftir í heimabyggð og hafi hugtakið verslunum í heimabyggð einhvern tímann átt við, þá er það núna. Því biðla ég til einstaklinga, fyrirtækja og stofnana að iðka sem allra mest viðskipti heima fyrir og höfum trú á samfélaginu okkar. Sömuleiðis er mikilvægt að velja orðin sín og verum jákvæð, gagnrýnin og uppbyggileg og þegar við höfum kannski ekkert jákvætt fram að færa þá er þögn líka valkostur.
Varðveitum jákvæðnina og höldum í sköpunarkraftin. Verum áfram samfélagi sókn, allt sveitafélagið, enda fjölbreytt og víða tækifæri. Sveitafélagið þarf aðstoð ríkisvaldsins til að snúa við íbúaþróun í dreifðum byggðum og liðsinni á þeim tímamótum sem samfélagið stendur núna frammi fyrir. En nýtum tækifærin til þess að yfirstíga hrakningar, leggjum áherslu á lausnir og höldum inn í tímabil vaxandi velmegunar, öryggis og samheldni. Hér orka sem ber að nýta í Þingeyjarsýslu. Þau samfélög sem hafa aðgang á orku, þeim mun best farnast í framtíðinni. Toppþrýstingsvirkjun Landsvirkjunar og stækkun á Þeistareykjum augljós kostur til þess að byggja upp á svæðinu. Nýtum raforkuna í heimabyggð og þar þurfum við í Þingeyjarsýslu að vera vel á verði. Heitt vatn á Bakka og vindmyllulundur austan Húsavíkurfjalls mun breyta og styrkja stöðu iðnaðarsvæðisins á Bakka til langrar framtíðar. Við erum nefnilega að búa í haginn og höfum þess vegna trú á framtíðinni. Kraftar samfélagsins eru að sýna frumkvæði, hvetja aðra og leggja til lausnir. Við erum saman í þessari vegferð og trúum þess vegna á okkur sjálf, hvert annað og samfélagið okkar. Og neikvæðni verður aldrei jákvætt hreyfiafl. Fjárhagslega erum við ákaflega vel í stakk búin til að takast á við áföll og möguleikar til lántöku til framkvæmda eru valkostur. Leið að rýna í reksturinn, því að það erfitt að skera niður þjónustu sem við veitum og auðveldar að falla frá innviðar uppbyggingu en þá myndast einmitt þessi skuld við framtíðina. Við þurfum að stuðla að samfelldri uppbyggingu samfélagsins. Hófleg skuldsetning núna skynsamleg þegar tekist á við þessi áföll og það mikilvægt að sjá stóru myndina og hafa trú á framtíðinni. En það ljóst að PCC mun ekki hefja starfsemi sína næstu áramót eins og upphaflega hafa gert ráð fyrir þegar fyrirtækið fór í vinnslustöðvun. Núna gerum við ráð fyrir því að áframhald vinnsluna verði haustið 2026 í fyrsta lagi, eins og hér hefur komið fram. En það getur tekið breytingum, samhliða alheimsmyndinni, stríðum, átökum og tollum og heimsviðskiptum. En núna á næstu dögum skilar ríkisvaldið skýrslu starfshóps vegna stöðunar og má vænta tillagna í málinu, bæði ný verkefni og verkefnum flýtt. Samtal við ríkisvaldið og stofnanir eins og Landsvirkjun mjög gott. Eins vitum við að stjórnvöld hafa þrýst á fyrirtæki að byggja upp á Bakka og í sveitafélaginu öllu. Við höfum fundað með þingmönnum, þingnefndum, ráðherrum, forstjórum, sendiráðum, fyrirtækjum og stofnunum. Við þurfum sjálf að trúa á þetta eigið verkefni. Að byggja upp þennan viðnámsþrótt í samfélaginu sem þarf, að finna jafnvægið hversu mikið við getum dregið úr rekstri án þess að draga úr trú og festu fólks á að búa í sveitafélaginu. Höfum þess vegna trú á því sem við erum að gera. Höfum trú á framtíðinni. Við erum að leggja okkur öll fram í að berjast fyrir hagsmuni svæðisins. Við skulum ganga áfram saman með trú á sjálfum okkur og krafti samfélagsins og nýta hvert tækifæri til að byggja upp sterkara samfélag. Það sem við byggjum saman í dag verða síðan stoðir sem að halda samfélaginu okkar uppi í áratugi. Og orðið laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, mér líður pínu svo eins og ég sé mætt í úrslitaleik í handbolta, ég er svo sjúklega peppuð öll og það frábært að heyra það. Ég er ekki góð í þessu peppmáli en ég hef samt alveg trú á okkur og er bjartsýn og bara áfram þið, ég peppa okkur áfram, mjög vel gert. Aldi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveðja sér ljós það, þá telst þetta hér lagt fram og við förum í næsta mál. Það umsvif ferðaþjónustu í höfnum Norðurþings. En á 37. fundi stjórnar Hafnarsjóðs frá 25. september síðastliðnum lágu fyrir upplýsingar umsvif ferðaþjónustu í höfnum Norðurþings árið 2025 og samanburður við árin þar á undan. Einnig voru til kynningar bókunarstaða skemmtiferðaskipa fyrir árið 2026 en ríflega 30% samdráttur í bókunum á milli ára. Stjórn Hafnarsjóðs bókaði eftirfarandi, veruleg aukning hefur verið á undanfærin ári í hvalaskoðun og einnig komu skemmtiferðaskipa á þessu ári.
Stjórn Hafnarsjóðs ítrekar fyrir áhyggjur sínar vegna fyrirséðs samdráttar í komu skemmtiferðaskipa á næsta ári vegna aukinnar skattheimtu ríkisins. Ljóst að samdrátturinn mun hafa neikvæð margfeldisáhrif víða í samfélaginu og má það nefna veitingastæði, söfn, verslanir og margvíslega þjónustu. Og orðið laust. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjör svo vel, Benóni. Forseti, ég með eiginlega 2 spurningar. Veit ekki hvort að sveitarstjóri eða forseti vil svara því í fyrsta lagi hvort að hafi átt sér eitthvað samtal við ríkið þennan skatt, sérstaklega hvort að standi til að draga eitthvað úr eða hvernig það og hins vegar til hafnarnefndar eða eitthvað líka hefur það verið alveg rækilega kannað að allur þessi samdráttur sé vegna aukinnar skattheimtu? Hefur gert skoðanakönnun eða þetta eitthvað sem að menn hafa bara á tilfinningunni? Benóni hefur lokið máli sínu, orðið laust. Áki Hauksson hefur beðið orðið, gjör svo vel, Áki. Já, forseti, sveitarstjórn. Ég get nú ekki svarað spurningunni ég get svarað spurningunni kannski skemmtiferðaskipin. Já, það liggur nokkuð ljóst fyrir að þetta megin ástæðan fyrir því að við erum að horfa fram á þennan samdrátt í þessum svokölluðum hringferðaskipum í kringum landið. Það liggur fyrir og við erum að horfa 50% samdrátt vegna þessa og ég vil bara hvetja okkur öll að ræða við okkar þingmenn og vinna í þessu máli. Það er allir þeir sem verða fyrir barðinu á þessu að vinna í því líka en eftir sem fleiri leggjast á árarnar þá kannski náum við einhverjum árangri. En já, þetta svona megin ástæðan fyrir því. Takk. Áki hefur lokið máli sínu, Kata hefur beðið orðið. Helen Eydís hefur beðið orðið, gjör svo vel, Helena. Forseti, varandi vangaveltu Benónís hér rétt á undan, varandi það hvort að þetta veri bein afleiðing, þar að segja fækkun í komum skemmtiferðaskipa, þá man ég ekki betur en að við höfum fyrr á þessu ári inn í byggðarráði fengið heimsókn, þar sem að þetta meðal annars var til umræðu og þar sem það kom fram að skemmtiferðaskip væru að breyta leiðum sínum eða sleppa því að koma í hafnir hér á Íslandi vegna gistináttargjaldsins. Þannig að ég held að það sé alveg beint samhengi þarna á milli og eins og sveitarstjórnarfulltrúi Áki Hauksson var búinn að segja líka rétt á undan. En mér langar fyrst og fremst þess að leggja það til að sveitarstjórn geri bókun Hafnarsjóðs að bókun sinni og einkum og sérlega þann hluta sem snýr þá að fækkun skemmtiferðaskipa vegna aukinnar skattheimtu ríkisins. Helen hefur lokið máli sínu og lagði fram tillögu. Katrín hefur beðið orðið, gjör svo vel, Katrín. Forseti. Sveitarstjórnarfulltrúi Áki hefur gert grein fyrir eða svarað annarri spurningunni, enda hann í stjórn Hafnarsjóðs og tekið þátt í þeim bókunum sem að þar hafa verið lagðar fram. Samdrátturinn, hann tilkominn að stóru leyti vegna gjaldtökunnar. Það alveg að koma í ljós í bókunarstöðu ársins, ef við horfum á bókunarstöðu ársins eða bara á rauntölur 2024 þegar komið 49 skip. Við hófum gerðum samning við Húsavíkurstofu markaðssetningu til 2 ára og við erum á síðara árinu núna.
Við fengum 62 skip í allt á þessu ári sem er góður árangur að mínu mati. Þar af voru 57 skip sem komu til Húsavíkur og 5 sem voru bókuð til Raufarhafnar. Og það sem verra, þetta frábært, en það sem verra, það að horfa síðan á bókunarstöðuna núna fyrir næsta ár. Og sviðsmyndin þannig að það eru 27 skip búin að bóka sig. Þar af 29 allt fyrirgefið, þar af 27 á Húsavík, 1 á Raufarhöfn og 1 á Kópasker. Og fyrir árið 2027 sem fyrirtækin að selja náttúrulega langt fram í tíman, þau að selja árið 2027 2 árum fyrr. Þar erum við eingöngu með 19 skip bókuð á Húsavík og 1 á Raufarhöfn, sem sagt 20 skip alls. Þannig að þetta, og maður heyrir það svo sem að skipafélögin sem á hringferðunum, þau að velja hafnirnar núna. Og sem betur fer, þá eru þau aðeins að velja Húsavík, en þau velja kannski bara 3 hafnir í kringum landið í staðinn fyrir að fara til 67 hafna. Þannig að það svona það sem að valda okkur ama, og það líka það að það líka virðisaukaskatts eða sem sagt afnám tollfrelsis á aðföng í skemmtiferðaskip. Það líka að hafa áhrif, og ég skil alveg að menn vilji ná í einhverja aukna þáttöku skemmtiferðaskipana í bara kostnaði við uppbyggingu innviða vegna ferðaþjónustu, bara mjög skiljanlegt. En ég held að hefði þurft að fara bara miklu varfærnislegar í þetta. Það átti bara og var byrjað bara með 2.500 krónur á mann, meira segja á mann, ekki einu sinni fyrir herbergi eða káetu eða hvað þetta heitir. En síðan vildi atvinnuvegaráðherra draga úr því og lækkaði það og tilkynnti lækkun, en hún fór ekki nema niður í 2.000. Það hefði verið svo ótrúlega gott ef það hefði verið farið neðar strax og svo þá reynt að trappa sig aðeins upp og sjá hvernig áhrifin verður. Og af því að var spurt hvort það væri búið að vera eitthvað samtal við ríkið skattinn, við erum búin að senda allar okkar ályktanir alltaf á atvinnuvegaráðherra og á aðstoðarmenn ráðherra, og við höfum fengið viðbrögðum að þetta hafi verið móttekið. Við höfum unnið með öðrum samtökum fyrirtækja, eða ekki samtökum fyrirtækja, með öðrum höfnum kringum landið sem í sömu stöðu, og já, við höfum sendt þetta líka á fjölmiðla, og ég einmitt núna þessi bókun, ef að sveitarstjórn samþykkir að taka undir bókun stjórnar Hafnasjóðs, þá mun hún fara aftur áfram sömu leið og vera ýtt á eftir. Og við höfum líka fundað með samtökum ferðaþjónustu aðila þessi mál. Kannski að segja frá því samt, af því að tekjufall Hafnasjóðs, og við erum náttúrulega með seinna á dagskrá núna, þá erum við með viðauka út af tekjufalli. Og auðvitað það tilkomið út af rekstrarstöðin PCC, út af að strandferðaskipa siglingar hætta á sama tíma, og að á móti þá erum við sem betur fer, þá erum við með okkar frábæru atvinnugrein sem hvalaskoðunin, bara í sókn, maður fengu bara mjög gott sumar til þess að sigla, fáir dagar sem að féllu út, og það stefnir í yfir 130.000 farþega á árinu. Það náttúrulega ekki vertíðin ekki búin. Ég held að það félag sem gerir út báta sem ætlar að sigla hvað lengst, það ætlar að vera út nóvember. Þannig að það mun tínast í fram undir bara jól. Katrín Lög máli sínu með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, það áhugavert að í dag einmitt sagði hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra á Alþingi, og það eðlilega mikil umræða núna fall Play, og haft eftir fjármála- og efnahagsráðherra að það séu óveðurský yfir íslenskri ferðaþjónustu. Og þá velti maður einmitt fyrir sér sama tíma og já, Play fallið, þá ætla menn að
fara í þessa skattheimtu sem að Áki Hauksson og Katrín útskýrði hérna með tollfrelsi og hins vegar þetta innviðagjald sem sett á, þá er verið að fara í þetta risastóra heimatilbúna vandamál sem svolítið í boði stjórnvalda. Það getum ekki sagt í einu orðinu að þetta sé einmitt óveður skífu ferðarþjónustu en við ætlum að setja meiri skatt á hana í einhverju vonum væntanlega eitthvað. Þannig að þetta er hérna ótrúlega skammsýni að stilla þessu svona upp að gera það. Og ég ætla að hvetja ríkisvaldið til þess að hverfa frá þessari stóru hækkun því eins og sveitarstjóri kom inn á, ég held að það er skipaútgerðir og það sé allir sem eru í þessari kringum þetta borð sammála því að það verði sett á einhvers konar gjald en jafnhátt og jafn skömmum tíma er óskynsamlegt að gera. Og við erum ekki einu sem nýtt okkur reynslu annara þjóða, tek þá dæmi eins og Alaska sem að gera nákvæmlega það sama og enn ekki búið að jafna sig á því að hafa sett á risastórt innviðagjald bara á skemmtiferðaskipi. Við erum ekki sett innviðagjald á hérna farþega á landi. Við erum að taka hóp farþega í skemmtiferðaskipum sérstaklega út fyrir sviga og skattleggja það miklu meira heldur en farþega á landi. Þannig að þetta er óskynsamleg ráðstöfun meðal annars í boði íslenska stjórnvalda eins og staðan er núna. En orðið er laust. Áki Hauksson hafi beðið orðið, gjörðu svo vel. Áki. Forseti sveitarstjórn, ég kom inn á þetta sem ég ætlaði að ræða Hjálmar Bogi en þetta er ekki bara næsta ár sem við erum að horfa til sko. Nú þau eru að skipuleggja nokkur ár fram í tíman og því fyrr sem við getum unni í þessu farþegagjaldi eða hvað þetta eigum að kalla þetta, að þá kannski getum við snúið sér þróun við á næstu árum. En þetta er nú bara svona eitt gott dæmi það að reyna að skattleggja sig út úr vandanum. Þú getur þú ferð yfir toppinn sem að svíður mest. Það er svoleiðis og ég ætla bara að biðja ykkur að vinna í ykkar og við öll í okkar þingmönnum að taka þetta til greina. Takk. Áki hefur lokið máli sínu. Ingibjörg Berittisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Ingibjörg. Já, forseti sveitarstjórn. Ég tek undir það sem Áki sagði. Við þurfum að spyrna svolítið við og láta í okkur heyra. En ég vildi bara leiðrétta eitt að með hvalaskoðunarferðirnar, það er einn bátur búinn tilkynna það að halda áfram út á árið. Þannig að það eru gleðitíðindi. Það er hvalaskoðunarbáturinn Vinur sem getur búið fólki að vera inni. Þannig að við erum með hvalaskoðunarferðir út árið. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Benóni, öðru sinni. Forseti, ég þakka fyrir skýr og greinagóð svör. Kannski svona að því að við höfum svo gaman að söguskýringum hérna. Það er náttúrulega skylda mín það sem ég stend í flokki og árétta það að þessi skattur er sannarlega í boði síðustu ríkisstjórnar þó að það sé núverandi ríkisstjórn sem að eigi að lækka hann. Það er svo aftur annað mál og ég skora á mitt fólk að taka það til greina. Ég held við fellum hann ekki niður en það væri hægt að laga hann og þrepa hækkan þannig að við getum svona náð einhvern sáttum við þessi skipafélög sem að finnst þetta að vera ómikið. Benóni hefur lokið máli sínu með leyfi varaforstaf. Já, forseti, ég vona þetta fari nú að vera síðasti fundurinn í öllum sveitarstjórnum landsins og þá Alþingi að menn get ekki alltaf sagt nei, þetta var sko síðasta ríkisstjórn. Ef það var slæmt, en ef það var gott, þá er það okkur að þakka. En tekið skal fram, að því að Benóni nefndi þetta, að síðasta ríkisstjórn ætlaði sannarlega að leggja þetta á, já, og við gerðum athugasemd við það. Núverandi ríkisstjórn tók þetta fyrir og ætlaði ekki að setja 2500 kall, heldur bara 2000 kall í 1 ár og ætlaði að fara í nákvæmlega sömu tölu á næsta ári. Þannig að þetta var nú ekki betra innlegg heldur en það. En svo ég bæti því við að
þá eins og hér kom inn á, Áki kom inn á það og Katrín, að við erum búin að vera talsveit miklum samtölum við aðrar hafnir í svipaðri stöðu. Við erum hluti af Cruise Iceland, tökum þátt í þeirri vinnu sem fer þar fram og erum að sjálfsögðu einmitt búin að eiga samtöl við 2 þingnefndir og ráðherra búin að gera athugasemd við þetta og eins og við gerðum líka á síðasta kjörtímabili síðustu ríkisstjórnar var líka að gera athugasemd við þennan heima tilbúna vanda sem að stemdi í að væri verið að búa til og nú er þetta ríkisstjórn allar ekki að laga. En orðið laust. Ekki fleiri sem vil tjá sig það, þá er tillaga sem að Helena Eydís kom með að sveitarstjórn geri bókun eða niðurstöðu hafnarstjórnar að bókun sinni og ég held ég þurfi ekki að lesa þetta aftur, ég vil beða þau sem geta samþykkt þetta að gefa merki með þeir réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða að bókun hafnarstjórnar verði bókun sveitarstjórnar. Við förum þá í mál númer 3 sem boðum þáttöku í samráði og það er frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum númer 138 síðan 2011 en innviðaráðuneytið kynnir til samráðs mál númer 180 2025 frumvarp til laga breytingu á sveitarstjórnarlögum og umsagnarfrestur er til og með 13. október sem er næstkomandi mánudagur og forseti hefði hugsað sér það að sveitarstjóri muni þá taka niður þar umræður sem hér fara fram og við getum þá sendt umsögn næstkomandi mánudag frá okkur á þess að komast endilega niðurstöðu á þessum tímapunkti á þessum fundi það hver okkar afstaða er en orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, ég skal fúslega viðurkenna það að lög og lagalestur er ekki alveg mín sérgrein, þó hef ég nú reynt að rýna í þetta eins og ég get og jafn mikið og ég er alveg sammála því að við þurfum að fækka sveitarfélögum, 50 manna sveitarfélög, 47 manna sveitarfélög eru ekki sjálfbæri í neinum skilningi og þá er ég líka svo mikið á því að við eigum að halda í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Þannig að ég get nú ekki annað en verið andsnúinn því að það verði settar í gang einhvers konar þvingunar aðgerðir. Hins vegar er það alveg sem var mikið rætt á fjármálaráðstefnu sem við vorum á í síðustu viku að það þyrfti kannski að skilgreina hvað sveitarfélag er, hvaða lágmarks þjónusta þarf að vera til staðar til þess að sveitarfélag geti kallað sér sveitarfélag. Og þá er ég ekki að meina með því að kaupa hann af öðrum, heldur einfallega að þú verður að reka hana sjálfur ef þú ætlar að kalla þig sveitarfélag. Það væri einhver leið. Þannig að já, ég er svo, mér finnst það mjög erfitt að því ég vil absolutt að við fækkum þeim, en samt alls ekki með því að ráðherra fái eitthvað þvingunarvald. Þá allavega myndi ég leggja til að við settum verulega út á það. Benóný hefur lokið máli sínu. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já það eru nokkur atriði í þessum frumvarpsdrögum sem að í það minnsta frá mínum bætur að séð, ég myndi vilja að færu í umsögn frá sveitarfélaginu frumvarpið. Það er í fyrsta lagi þetta sem snýr kannski að lágmarks íbúafjöldanum og ég er hjartanlega sammála því sem að kom meðal annars fram hjá mörgum á fjármálaráðstefnu sem við nokkur vorum á í liðinni viku og sem Benóný minntist á áðan að
Mér finnst eðlilega að skilgreina sveitarfélög út frá til dæmis bara hlutverki og þjónustu, hver eru verkefni þeirra og setja einhver viðmið varðandi það hvað þarf til að vera sveitarfélag fremur en að það sé skilgreint út frá íbúafjölda. Því eins og við þekkjum líka þá geta ýmsar aðstæður, landfræðilegar og menningarlegar, gert samfélagum erfitt fyrir að vera í einu sveitarfélagi. Þó það kannski eigi ekki eins við hér á okkar svæði eins og víða annars staðar þar sem að samgöngur eru torveldari. En mér þykir líka vert að gera athugasemdir við tillögu að ráðherra geti bara upp á sitt einsdæmi sameinað sveitarfélög og mér finnst það vega harkalega að sjálfstjórn sveitarfélaga. Þannig að mér finnst að við þyrftum að ávarpa það í athugasemd sveitarfélagsins. Þá eru atriði sem snerta landshlutasamtökin og með leyfi forseta þá langar mig að lesa hér upp eina af fáum umsögnum sem eru komnar inn þetta mál í samráðsgátt stjórnvalda. Það umsögn frá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Þar segir: Stjórn samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra leggst gegn því að landshlutasamtökum verði fært stjórnsýslulegt hlutverk eða falið að taka stjórnvaldsákvarðanir réttindi og skyldur einstaklinga eða lögaðila. Farsælegast þykir að landshluttasamtök haldi sínu núverandi hlutverki sem svæðisbundin hagsmunasamtök sveitarfélaga sem stuðla að samráði, stefnumótun og sameiginlegri hagsmunagæslu án beinna valdheimilda gagnvart borgurum. Stjórn telur jafnframt varhugavert að setja landshlutasamtök í þá aðstöðu að veita umsagnir sameiningu sveitarfélaga þar sem slík hlutverk geta grafið undan hlutleysi, trausti, þjónustu og samráðshlutverki samtakana gagnvart öllum aðildarsveitarfélögum. Og stjórn hvetur löggjafann til að tryggja að landshlutasamtök verði áfram vettvangur samráðs og hagsmunagæslu án stjórnsýsluvalds og að allar breytingar að lagaumhverfi endurspegli þessi sjónarmið. Og við þetta að bæta að í lagafrumvarpinu að það sömuleiðis atriði sem snerti landshlutasamtökin og að sveitarfélagi verði skylt að vera í landshlutasamtökum. Í núgildandi lögum þar ákvæðið á það leið að sveitarfélagi sé heimilt að vera í landshlutasamtökum. Og vissulega myndi ég telja að það væri farsælast að það væri öll sveitarfélagi landshluta sem ættu aðild að landshlutasamtökum. En ég held og aftur að sjálfstjórn sveitarfélaga að mér falli betur orðalagi heimilt heldur skylt í þessu samhengi. Helen hefur lokið máli sínu, orðið laust. Áki hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Forseti, sveitarstjórn, ég tek undir með Hjalmar Boga og Helenu að ég vill ekki þvinga sveitarfélög Benóni og Helenu, ég vill ekki þvinga sveitarfélög í sameiningu. Þetta eiga bara að vera valkostir íbúana og mér finnst það ég bara kjósa þetta. Og ef að sveitarfélag með fáum íbúum treystir sig til að reka sig eins og það hefur gert með því að kaupa kannski þjónustu stærri, að þá finnst mér það bara sjálfsagt mál að þau gerir það. En þau geta náttúrulega það bara leita seinna eða einhvern tímann ef þau geta þetta ekki að fá að sameinast öðrum sveitarfélögum. Ég tel þetta bara að vera alveg grundvallaratriði að vera ekki að þvinga neitt í eitt eða neitt. Takk. Áki hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Það liggur nú fyrir miðað við þetta á þennan lestur og lagateksta að það eru umtalsverðar breytingar að eiga sér stað á lögum sveitarfélög og bara yfirlitsskjalið er 130 blaðsíða af áhugaverðum gögnum og samanburði. En umhverfi sveitarfélag hefur nú bara breyst ansi mikið á skömmum tíma. Hvað var það fjárhagslega ábyrgð og yfirsýn áskorun þegar byggðarsamlög að ræða og kostnaðarskipting þar getur verið mjög bjöguð. Það má segja að í samrekstri sveitarfélaga á verkefnum sé ákveðin lýðræðishalli
og þegar fjarlægð er við verkefni auk þess sem að rekstur byggðasamlaga er óljós þegar við rýnum í stjórnskipan. Ég vil taka undir með helinu að hvorki byggðasamlegum né landshlutasamtök verið falið eitthvað stjórnsýslulegt ákvæði eins og vera sérstakt stjórnsýslustig. En vald og ábyrgð sveitarfélaga er mjög mismunandi og meðal annars eftir stærð eða íbúafjölda, og þegar við skoðum afkomu og kostnað sveitarfélaga sem kaupa þjónustu af öðru sveitarfélagi er takmörku aðkoma að stefnumótun og ákvörðum. Þetta er svolítið svona eins og Ísland innleiðir bara reglur frá ESB á þess að hafa endilega aðkoma að því að búa þær til. Og sömuleiðis getur orðið til kostnaður hjá sveitarfélagi sem er ekki hægt að rukka fyrir, er ekki forsendur til þess að rukka fyrir annað sveitarfélag. En ljóst er að sveitarfélög verða að hafa leiðir til þess að vinna saman og eiga samstarfsmöguleika, en því fylgja áskoranir og eru breytingar á umhverfi sveitarfélaga með ekki endilega vera knúna fram með lögum. Ég tek undir það getur verið mjög flókið. Enga síður eru miklir fjárhagslegir hvatar fyrir sveitarfélög að sameinast og styrkja þannig stjórnsýslu einingar. Í lögunum er mest umfjöllun sameiningu minni sveitarfélaga. Það er meiri áhersla á sameiningu minni sveitarfélög, sérstaklega lítil sveitarfélög við stór sveitarfélög, þannig að þau uppfylli viðmiðun 250 manna íbúa töluna, lágmarks íbúa tölu. En þá spyr maður sig hvers vegna er ekki ræðum við ekki sömuleiðis bara skynsamlega sameiningu stærri sveitarfélaga eins og Seltjarnarnes og Reykjavíkurborg til dæmis. Og eins og Benóný Valur komið inn á, hvað er sveitarfélag? Hvað er það? Jú, þetta er svæðisbundin stjórnsýslueining sem ber ábyrgð á grunnþjónustu við borgarana. Getið sveitarfélag ekki gert þetta sjálft, þá semur við annað sveitarfélag til að uppfylla skyldu sínar. Og þá spyr maður sig býtu, þú er sveitarfélag, getur ekki staðið undir grunnþjónustu og þarft að semja við annað sveitarfélag sem getur staðið undir grunnþjónustunni. En tilgangurum í sameiningu sveitarfélaga er gjarnan að auka skilvirkni, bæta þjónustu og lækka kostnað leið. Þá þarf að gæta sjálfstjórn ákveðna svæða því hún getur tapast og ákveðin skortur og nærgætni við staðbundin málefni. Einn kostur við sameiningu er samræmt skipulag, samhæfing í byggðamálum, og eitt er víst að sameining sveitarfélaga ein og sér snýr ekki við neikvæðri byggðaþróun. Þannig að sameining sveitarfélaga má aldrei vera einhver byggðaaðgerð gagnvart einhverjum svæðum. En sveitarfélögum hefur fækkað og þeim mun fækka nái frumvarpið fram að ganga, og sú vegferð er farin af stað að fækka sveitarfélögum. Ég ætla að spá því að þeim mun fækka, hvort sem þetta verður með lagasetningu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá mun sveitarfélögum halda áfram að fækka. Já, það hefur ekki komið fram að sveitarstjóri sem gerir drög að okkar umsögn, einhver almenn umsögn sem endurspegli svolítið okkar skoðun hér. En í endurskoðun lagana þá er líka fjallað sjálfstjórn sveitarfélaga og ákvörðunarvald innan lögmætra marka. Markmið lagana er að skilgreina hlutverk þessa stjórnvalds sem sveitarfélag og tryggja stjórnsýslu og heildarsýn. Sú almenna skylda er lögð á sveitarfélög að bera ábyrgð á grunnþjónustu. Það er skylda sveitarfélags að standa undir grunnþjónustu, skipulagi og samfélagslegum verkefnum. Miðað við þessi lög og þetta frumvarp þá er mjög lítill sveigjanleiki fyrir minnstu sveitarfélögin að starfa sem stjórnvald. Og í frumvarpinu er kveðið á heimildir ráðherra að grípa inn í starfsemi sveitarfélags eða sveitarfélaga, sér í lagi starfsemi þeirra sem þau uppfylla ekki lagalega skyldur, og ég vil taka undir mig helin, og mér finnst það óskynsamleg ráðstöfun að fela öðru stjórnvaldinu og ráðherra embættinu, framkvæmdarvaldinu stjórnsýslu sveitarfélaga. Það finnst mér óskynsamleg ráðstöfun. Það þarf því að liggja fyrir skýr lagatúlkun hver eru lögbundin verkefni sveitarfélaga og hvernig þeim sinnt. Því það er kveðið á það að sveitarstjórn skuli sér síðan setja siðareglur sem við höfum ígildi hér. Sveitarstjórnum er gert að setja sér fjármálastefnu og fjármálaáætlun til 5 ára sem á að stuðla að betri fjárhagsstjórn og fyrirsjáanleika til 5 ára. Þá má velta upp þeirri hugmynd, eigum við að lengja kjörtímabil sveitarstjórna í 5 ár? Ég vil velta því upp, þetta var aðeins rætt í okkar hópi hér á fjármálaráðstefnunni.
En sveitafélög mitt skyldu til þess að gera kostnaðarmat og skýrari reglur sem getur aukið álag, sér í lagi fyrir minni sveitafélög. Leið þetta eftirlitshlutverk ríkisins, það styrkt í þessu frumvarpi, en það þarf að skýra verkferla við frumkvæðis eftirlit ríkisvaldsins og ég vil að það komi fram með rekstri sveitafélaga. En sveitarstjórn leggur til að skýrt sé kveðið á lögmæti funda varðandi staðsetningu fundamanns, enda hægt að túlka hugtakið óviðráðanlegar aðstæður svona eftir behag. Og það þarf að breyta því að fundamaður, ef hann stígur út fyrir landamæri, ef við getum sagt sem svo, eða sveitarfélaga mörk, að þá sé hann óhæfur til að taka þátt í, þá sé hann ekki hæfur til að taka þátt í fjarfundi á vegum sveitafélags, sem auðvitað bara algjörlega galið. En þegar ríkisvaldið felur síðan landshlutasamtökum þessu lögbundnu verkefni, ríkisvaldið felur landshlutasamtökum lögbundnu verkefni sem samt ekki stjórnvald, hvernig skulu landshlutasamtökin gangast við þessu verkefnum og hver ber síðan ábyrgð og hver ábyrgð sveitafélagana gagnvart framsali á valdi til landshlutasamtaka sem sveitafélögin biðja ekki en samt búið að koma sér saman í frjálsum félagasamtökum að taka við lögbundnum verkefnum. Enda hafa landshlutasamtökin bæði svona óskýrt hlutverk og umboð samkvæmt lögum. Að lokum þá kveða lögin á skyldur og ábyrgð sveitafélaga, en skortir alla sýn, finnst mér að lesa í gegnum þetta frumvarp, skyldur og ábyrgð ríkisvaldsins gagnvart sveitafélögum, samanber upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun, kostnaðargreiningu verkefna sem hefur mikið í umræðunni, umsagnir og fleira. Orðið laust. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Benóni, öðru sinni. Forseti, ég bara innilega sammála tveimur síðustu ræðumönnum í þeirra nálgun á það sem við ættum að setja út á. Þó eitt sem ég ætla að taka strax fram að mín persónulega skoðun og endurspeglar ekki skoðun Samfylkingarinnar endilega. Ég hef ákveðna sýn á einmitt okkar ágætu landshlutasamtök að þau taki að sér stærra og stærra hlutverk ríkisins í þjónustu við okkur samborgarana. Ég held að það verði framtíðin að við fáum sjálfsögðu einhver tíman mun allt SSNE-svæðið verða eitt sveitafélag, það er bara liggur fyrir. Ég ekkert að segja að það gerist á næstu 10, 20 eða 30 árum en það mun gerast á endanum og þá yrðu svona samtök eða hreinlega bara orðið þá sveitafélag sem gæti tekið að sér stærri og meiri verkefni. En sko, ég veist þessi nálgun sem í frumvarpinu núna rangt tímasett og við eigum að setja út á hana eins og staðan en hægt og rólega ættu við að færa meira vald til þessara samtaka sem við stýrum. Þannig að í okkar samtökum eiga allavega öll sveitafélögin fulltrúa í stjórn og við höfum náð ótrúlega góðum árangri í að vera sameinuð ýmis mál eins og til dæmis samgöngumál sem að koma sér vel núna. Ég hef grun að þau göng sem við settum á oddinn hjá okkur verði framalega í áætlunum að því að við erum sammála þau. Og það bara mjög gott og ég held að við getum og eigum að hægt og rólega, alveg ítrekka hægt og rólega, að færa meira vald til þessara samtaka þannig að við getum haft beina aðkomu að því hvernig fjármagni og lögum og reglum framfylgt í okkar nærumhverfi. Benóni hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það og gera fulltrúar athugasemd við þá niðurstöðu fundarins hafa sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna drög að umsögn til samræmis umræður af fundinum og skila fyrir hönd sveitafélagsins. Það þá sent í tölvupósti og við gefum tækifæri og ráðrúm til að gera athugasemdir við það. Gott, þá ljúkum við máli númer 3 og förum í mál númer 4. Það Dark Sky og Norðurþing. Lagt til að sveitafélagið Norðurþing verði aðili að Dark Sky
og það fyrsta á Íslandi. Hlutverk og markmið Dark Sky International að endurheimta næturhiminin og vernda samfélög gegn áhrifum ljósmengunar með fræðslu og náttúruvernd. En næturhiminin náttúruleg, menningarleg og söguleg auðlind sem þarf að vernda og nýta. Og svo sem hér stendur óskar eftir því að þetta verið tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar og með leyfi varaforsta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Í leit að gulli jarða þá höfum við svolítið gleymt demöntum himinsins, en já, það bara þannig. Við vinnum með samfélögum og stjórnvöldum að því að forgangsraða næturhiminin og gæðalýsingu utandyra. Stefna að lágmarka ljósmengun og draga úr orkunotkun með því að stuðla að skilvirkni í tækni fyrir útilýsingu. Og þetta erum við til dæmis þegar að gera í þéttbýlinu hérna á Húsavík með að skipta yfir í LED, yfir í þessar flóðlýsandi perur sem flæða allt samfélagið. Tekið skal fram í upphafi að hér ekki fjárhagslega kvöð að ræða. En Dark Sky hefur verið að miðla upplýsingum ljósmengun síðan 1988. Fræðsla og upplýsingamiðlun síðan flétt inn í nánast alla þætti verkefnisins. Og ég vona að kjörni fulltrúar geti samþykkt þetta fyrsta skref sem að við verðum vonandi síðan þá fyrsta svæðið á Íslandi sem hefur þessa vegferð og í framhaldinu þarf að skoða hvaða staðir koma til greina sem svona myrkra vin í sveitarfélaginu. Mér dettur strax í hug staðir eins og Ásbyrgi, að standa inn í miðju byrginu með næturhiminin fyrir framan sig. Það verður þá kannski mokað á hálfu vegagerðarinnar. Svo til dæmis bara Melrakkasléttan. Og það að vera einn upp á Hólaheiði í stjörnubjörtum himni, þar sem alheimurinn bara blasir við, í því að þessu felast tækifæri. En það eru alþjóðlegir dökkir himinstaðir. Það á að reyna að vernda svona vistfræðilega viðkvæm svæði og þessi svona alheimsarfleið okkar á stjörnubjartan næturhiminin. Og það má tengja þetta meira segja við sögu okkar Íslendinga. Enda voru að stjörnurnar sem vísuðu forfeðrum okkar á þessa eyju og stjörnumerki eiga síðan svona ákveðin svona staði í hugum okkar margra þar sem við erum að lesa stjörnusspá og einhver svona huldu málefni. En Dark Sky ekki eitthvað eitt, heldur þetta margir flokkar og nokkur verkefni og við þurfum alls ekki að vera hluthaðum öllum. Það eru alþjóðlegir staðir, það eru alþjóðleg myrkra himinsfriðlönd og samfélög í dökkum himni, gisting sem samþykkt af Dark Sky og svo fleira. Já, þannig eru tækifæri í himninum. Samkvæmt nýlegum rannsóknum hefur áhugi á astrotourism, stjörnufræði ferðaþjónustu, aukist verulega á undanförnum árum og í Bandaríkjunum, þar sem eru mörg Dark Sky svæði staðsett, heimsóttu 312 milljónir ferðamanna þjóðgarða sem uppfylla þessa kvöð, þessa samtaka árið 2022. Dæmi það Galloway Forest Park í Skotlandi. Þessi garður sem svona fyrsti garðurinn í Bretlandi, þangað koma 800.000 gestir árlega. Voyagers National Park í Minnesota í Bandaríkjunum, þessi þjóðgarður hefur verið með Dark Sky Park viðurkenningu, þangað komu 230.000 gestir rúmlega árið 2019. Þannig að það eru mikil tækifæri, sé ég, fyrir staðbundna ferðaþjónustu og mér finnst það mjög augljóst. Og við búum aldeilis yfir miklu landsvæði og náttúru. Norðurljósin heilla ferðafólk og upplifa kyrrð verður sífellt vinsælla og það sífellt svona vinsælli vara í svona hraðadýrkandi samfélagi að upplifa kyrrðina. Að koma í stjörnubað, fá stjörnuleiðsögn, stjörnumerkja mælingar, herbergi í myrkri þar sem aðeins lýst upp með tungskinni og stjörnum eða bara stjörnubjört lautarferð. Það fylgja þessu miklu möguleikar. Næturferðamennska mun nefnilega breyta ferðalögum og opna ný tækifæri og einstaka upplifun. Stjörnuganga þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum, stjörnustund út á Rauðanesi með brimið berjandi á klettunum eða námskeiði í næturljósmyndum, næturhátíðir, jóga undir stjörnubjörtum himninum og svo margt fleira. Og ég hef verið í samskipti við þessi samtök og þau fagna sannarlega áhuga okkar og vera fyrsta svæðið á Íslandi sem að fetar þessa leið og mætti kannski segja stjörnundans, ég vísa okkur veginn.
og ég vona að kjörni fulltrúar geti samþykkt þetta og við skoðum það hvernig við getum nýtt þetta tækifæri. Orðið er laust. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Benóni. Forseti, manni verður orða vant eftir svona rómantíska lýsingu eins og ég á forseta og svo sem hljóma nú allt saman alveg ágætlega. Ég svona aðeins með eina spurningu þar sem við höfum nú þó nokkuð skipti lagt töluverða vinnu í og sótt styrki fyrir gróðurhús í Öxarfirði sem ég verð nú að viðurkenna mér til skammar, ég veit ekki alveg hver staðan er á akkurat núna. En myndi sannarlega ljósmengun á gróðurhúsum, það er nú bara eins og það er, myndi það til dæmis stoppa ef við gerðum Ásbyrgi og nágrenni að Darskæ svæði? Benóni hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi vera forseta. Já, forseta Ágæta Sveitarsson, ég held að sé óhætt að segja nei og með við þau svæði til dæmis í Þýskalandi, sem er nú eitt upplýstasta land í Evrópu, þá nei. Og þetta er engar kvaðir sem fylgja því. Það snýst fyrst og fremst bara eitthvað svona vottun sem þú getur fengið, til dæmis Darskæ gisting, að þá þurft að bara uppfylla eitthvað til þess að fá hana, en þetta kemur ekki veg fyrir einhver aðra uppbyggingu. Það gerir það ekki. Og meðan við þá staði til dæmis, og ég tek Þýskaland sem dæmi, eða bara í Bandaríkjunum sem eru mjög upplýst, það eru staðir sem eru inn í þéttbýli með þessu sem uppfylla þessar kvaðir, þá snýst þetta ekki það að útiloka lýsingu, heldur en til dæmis bara hvernig lýsingin, hvernig henni er stýrt, hvernig henni er notuð og bara það sem við höfum verið að gera hérna á Húsavík, það er að hætta með þessa risastóru kúlu, nú horfir rafvirkinn á mig eins og ég veit hvað ég er að segja, einhver svona risastór lýsing sem flæðir einhvern veginn út allt, að því lýsingi bara verða bara áhugaverður hlutur bara í því hvernig við lifum lífinu, yfir það við erum að fara yfir LED sem bara lýsa og nákvæmlega það sem á að lýsa upp en ekki bara allan bæinn. Þannig að nei, það myndi ekki gera það. Og orðið laust. Sofía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Sofía. Forseti, sveitarstjórn. Já, ég held við ættum bara að hafa trú á þessu verkefni. Ég þakka forseta fyrir að kynna sér málið í þaula og við þurfum að grípa öll tækifæri sem gefast, nú sem fyrr, og tækifæri sem að gefa okkur kannski auki gildi á hinum dreifðusvæðum, í hinum dreifðubyggðum. Þetta gæti skapað aukna vetrarferðaþjónustu hjá okkur og sem við þurfum virkilega á að halda því að við erum staðsett þannig að mörg okkar hótela til dæmis ákveða að loka yfir vetrartíman. Þetta geti skapað ný tækifæri og meiri svona, samfellu í starfi ferðaþjónustunnar yfir allt árið. Þannig að ég segi já við þessari góðu hugmynd. Sofía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, takk fyrir þessar upplýsingar. Þetta er nú bara fyrsta skipti sem ég hef heyrt um þetta. Ég hef aldrei heyrt þetta áður, þannig að ég er með einu svona praktíska spurningu. Takk fyrir að koma strax inn og þetta var ekki neinn fjárhagsleg kvöð á sveitarfélagi, því það er alltaf fyrsta sem ég spyr þegar að þú kemur með svona hugmyndir. Hvernig er með utanumhald svona verkefni? Hver sér það? Þá er ég að spá í, er það starfsfólk sveitarfélagsins eða er þetta eitthvað svona sem bara automatist gerist eða hvernig virkar þetta? Og í leiðinni, fyrst við vorum að tala ljósmengun, er eitthvað hægt að minnka ljósmengunina frá Nýja Víkurhafsmerkinu eða? Nei, bara spyr. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu. Ég ætla að líta svo á að til mín var beint spurning og þess vegna þarf ég að svara. Þú átt þetta, þannig að þú mátt koma svo oft og vilt. Forseti ágæta sveitarstjórn. Það er til mjög mismunandi útfærslur á þessu. Það í sumum löndum, eins og það er í Svíþjóð, þá bara tók sér saman áhugasamtök, bara fólk
út í bæ, getur við sagt sem svo, stofnuðu félagasamtök þetta og tóku þetta bara að sér. Þannig að það er ekkert, þetta er algjörlega bara, þetta snýst svolítið það að við samþykjum bara að okkar landsvæði hérna fari í þetta og við förum þá bara að hefjum samtali við, til dæmis bara Norðurhjara, mér datt hann bara, svo hendi því það bara líka hérna út. Norðurhjara sem dæmi, þetta vista þetta þar, en ef ég skil spurninguna hvar þetta vistað, ég myndi kannski segja að þetta myndi byrja hjá okkur og við myndum svo reyna að útvista þessu hvort sem á Húsavíkust, Markþing, Norðurhjara, einstaka fyrirtæki sem taka þetta, því að það gæti líka gerst að fyrirtæki, óháð því hvað við gerum í þessu máli, að einhver gististaður sem bara Hótel Skúlagarður sækjum að fá að vera í þessu og það var það sveitarfélagi síðan ekki neitt sko. Þannig hérna ég myndi segja að þetta byrji svolítið sem utanumhaldi okkur og við reynum svo að koma þessu svolítið svona áfram. Og hérna ég sjálfsögum myndi hérna stofna félagasamtökum þetta bara hið snarast á við förum í að keyra þetta mál áfram. En orðið laust. Áki Hauksson hefur beðið að gjöra svo vel, Áki. Forseti, sveitarstjórn, ég var nú kannski fyrst að Víkurskildi var nefnt sko, að ég tel að útsýni Aldeyjar hafi skánað svona 100% við að sjá þetta fallega skildi. Og þegar við vorum að setja upp þá horfði ég beint inn í stofugluggann hjá þér og hugsaði akkurat þetta. Hún verður ánægð með þetta Aldey. En ég vil aðeins eins og með fiskildin okkar. Bæði í Öxarfirði og Kelduhverfi og Kópaskeri, að þá þetta má ekki nokkurn hátt hamla það því að það sko eftir því sem að lýsingin er betri á kerjunum, þess hraðar stækkar fiskurinn. Og þetta er alveg grundvöllur í ræktun á fiskildinu. Þannig að ég rekna með að bara sitja hjá við þetta. En takk. Áki hefur lokið máli sínu. Katrín hefur beðið að gjöra svo vel, Katrín. Forseti, mjög áhugaverður umræður og að mörguleyti skemmtilegt viðfangsefni. Það er nú búið að koma nefnilega inn á flesta sem ég punktaði niður undir fyrstu tölu og kynningu í rauninni forseta á þessu verkefni. Akkurat vetrar ferðamennskuna að þetta getur verið gott tækifæri til þess að efla fjölda ferðamanna eða semst bara vetrar ferðamennskuna okkar og tækifæri fyrir ferðaþjónustu aðila að stækka kökuna yfir vetrartíman. Það er nefnilega líka búið að koma inn á ljós í rauninni sem við getum kallað ljósmengun sem kemur af bara fiskeldinu. Það er mjög mikil lýsing frá bara samherja fiskeldinu og í Silfurstjörnunni sem er náttúrulega bara frábært fyrir svona gott fyrirtæki, en ég hef verið að keyra Hólaheiðina í dimmu og samt bara sko kvölddimmu en ekki dimmu út af skýjafari. Og það sést ekkert frá ljósmenguninni í Silfurstjörnunni. Það er allt svart og svo er það bara himinninn. Og ég held að það geti verið alveg sko stórkostlegt tækifæri að sko spotta út svona nokkur svæði í sveitarfélaginu þar sem að hægt er að fókusa á þennan ferðamennskumáta. En svo spurði ég mig líka bara, er ekki tækifæri þarna akkurat til þess að sækja í uppbyggingarsjóð fyrir verkefnastjóra í að útfæra þetta verkefni? Ég held ég ættum bara að skella okkur í einu umsókn. Katrín hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Forseti Ágæta Sveitarsson, ég ætla að gera tilraun til þess að reyna ná ákvæða málið og við verum vonandi öll sammála þetta mál. Það eru olíuhreinsunarstöðvar í Bandaríkjunum. Þær gera út, það er tvær. Þær hafa gert út á það að reyna að uppfylla skilyrði bara með því að bæta sína þjónustu og bæta gæði, gæði ljóssins, getum við sagt sem svo.
Það sem gerist á Íslandi hefur gerst á Norðurlöndum sem hafa farið í þetta, en svæðið á norðurskautinu og svo suðurskautinu, að það eru skilyrði fyrir ljósmengun betri, ef við getum sagt sem svo heldur en þeim nær sem þú fer miðbögg. Þeim meiri mengun þeim meiri mengun af iðnaði, þeim meiri mengun af samfélaginu. Það sem gerist á Íslandi eins og Katrín var svolítið að lýsa áðan, þegar þú ert til dæmis stattur á Hólaheiði og það stjörnubjartur himinn, þá truflar ljósið ekki vegna þess að andrúmsloftið það tært og gott og það svo lítið af endurskinsmerkjum í andrúmsloftinu sem vísa birtunni niður. Þannig að þetta á ekki að trufla á neinn hátt eða komi í veg fyrir. Segjum sem svo að það gerist að það komi mörg þúsund tonna fiskeldi einhvers staðar í Öxarfirði eða einhver atvinnuuppbygging, nú þá bara föllum við frá því að taka þátt í þessu ef við uppfyllum ekki kvaðir þessa verkefnis. Þannig að ég vona Áki sannfærist það að við getum gert þetta bara og verið samhljóða það að samþykkja að gera þetta og velja þá til dæmis staðina, hvort sem það eru Hólaheiði, Rauðanesi eða einhverjir aðrir staðir. En orðið laust. Benóný Valur hefur beðið morgun, gjör svo vel, Benóný. Forseti, örstutt, forseti búin að selja mér hugmyndina og ég segi já. Benóný Valur hefur lokið máli sínu, orðið laust. Áki hefur beðið morgun, gjör svo vel, Áki. Já, forseti, sveitastjórn, já, ef að þetta hamlar ekki á nokkurn hátt eina einustu atvinnuuppbyggingu og ég nú búin orðið 60 sko og ég hef alveg átt mjög góða rómantískar göngur sveitarfélagið sko. Ég hef ekkert verið að spá í það hvort það ljós eða ekki. En já, það svona með semingi, þá skal ég samþykja hann. Áki hefur lokið máli sínu og Helena hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Helena. Forseti, ég sama sinnis og aldrei þegar kemur að ýmsum svona málum að þegar við sem kjörnir fulltrúar erum að leggja fram mál á vettvangi sveitarstjórnar að þau séu þá hugsuð aðeins á dýptina til dæmis hvað varðandi hvar við ætlum að koma þeim fyrir innan stjórnsýslunnar og svo hvað þau kosta. En á þeim forsendum að þetta verkefni sé ekki að fara að kosta okkur neitt og geti verið bara svolítið sjálfbært og það geti verið hagur að því fyrir fyrirtæki í sveitarfélaginu, standi ekki í vegi fyrir uppbyggingu, þá ætla ég að fallast á þessa tillögu forseta og eftir þessa yfirferð í pontu sveitarstjórnar þá virðist mér helsta vandamál okkar núna vera að slökkva á norðurljósunum sem að Einar Ben, eins og Þjóðsagan segir, reyndi að selja á sínum tíma. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt það að hefja þessa vegferð eins og þetta lítur út, að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt með atkvæðum Áka, Soffíu, Benónís, Ingibjargar, Aldeyjar, Helenu, Hönnu og Hjálmars. Og Kristín situr hjá. Við förum þá í mál númer 5. Það skólastefna Norðurþings. Endurskoðun, en á 224. fundi fjölskylduráðs var eftirfarið til bókað að fjölskylduráð samþykki fyrirliggjandi menntastefnu Norðurþings 2026-31 og vísar henni til samþykktar í sveitarstjórn og í kjölfarið felur ráðið sviðsstjóra velferðarsviðs að fylgja innleiðingu stefnunnar eftir og kynna stefnuna fyrir íbúum sveitarfélagsins. Orðið laust. Kristín hefur beðið morgun, gjörðu svo vel, Kristín.
Forseti sveitarstjórn, aðeins sem fylgist eftir og þá samkvæmt lögum leik- og grunnskóla skal hvert sveitarfélag setja sér stefnu skólahald og nær þessi nýja menntastefna yfir alla starfsemi leikskóla, grunn- og tónlistarskóla Norðurþings. Auk þess hún leiðavísir fyrir öll þau sem starfa við menntun og uppeldi í sveitarfélaginu. Fjölskylduráð samþykkti á 204. fundi sínum þann 3. desember 2024 tillögu að vinnulagi við endurskoðun skólastefnu Norðurþings frá árinu 2020. Gildandi stefna var góð, þannig að ekki var mikið efnislegar breytingar, en breytingar voru á áherslum. Leitað var til Ásgars skólaráðgjafar til að vinna að nýrri skólastefnu ásamt því að skipaður var stýrihópur með fulltrúa alla framboða í sveitarfélaginu. Fengið var álit og athugasemdir frá hagaðilum við gerð hennar. Þetta allt saman út í mér. Samhliða þessari vinnu var gerð ný læsistefna fyrir sveitarfélagið og hún hluti af menntastefnunni. Vill ég hvetja alla íbúa sveitarfélagsins til að kynna sér þessa nýju stefnu. Svo það sem ég staddur hér í pontu, þá langar mér að nýta tækifærið aðeins í framhjólhaupi og óska Borgarskóla og leikskólanum á Grænavöllum til hamingju með tilnefningu til íslensku menntaverðlauna fyrir árið 2025. Verkefni Lítið skref á leið til læsis tilnefnt í flokki framúrskarandi þróunarverkefna. Þetta samstarfsverkefni Borgarskóla og Grænavalla læsi og málarun. Verkefni sem lúta framúrskarandi þróunarverkefni þurfa að standast ítrustu gæðakröfur markmið, leiðir, inntak, mat og kynningu og hafa samfélagslega skírskotun og nýtast til að efla menntun í landinu. Og vil ég enn og aftur óska þeim innlega til hamingju með þetta. Kristín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég vil byrja á að taka undir hamingjuóskir sveitarstjórnarfulltrúa Kristins Jóhanns Lund til Borgarhólsskóla og Grænuvalla með tilnefningu til íslensku menntaverðlaunanna. Það er virkilega ánægjulegt að þessi skólar okkar og eitthvað samfélagi sé að hljóta þó þessa viðurkenningu. Mig langar aðeins að koma inn á bara að ræða stefnuna, menntastefnuna sem hér liggur til samþykktar og lýsa yfir ánægju minni með sérstaklega kaflann menntun til sjálfbærni en undir lok síðustu aldar þegar sú sem hér stendur var að læra til kennara að þá það sem að þarna í rauninni innihaldið út í nám til dæmis og efling tengsla skólana við atvinnulíf þar sem kallað var grenndarkennsla og ég held að ef okkur tekst vel upp þarna að láta þetta hríslast inn í skólastarfið, þessar áherslur sem þarna birtast, að það takist okkur líka að opna augu okkar yngstu borgara fyrir þeim tækifærum sem felast í samfélaginu okkar til lengri tíma litið eða eins og það var orðað í grenndarkennslunni, þá tekst okkur að mennta börnin heim en ekki að heiman. Því að við vitum öll að okkar staða svo að þau munu þurfa að sækja nám sumhver í framhaldsskóla og sumhver í háskóla, annað, hvort sem það til annarra byggðarlaga hér á landi, en við viljum svo gjarnan fá þau aftur heim reynslunni og reynslunni ríkari og uppfulla af þekkingu og hæfni til góðra verka hér innan samfélagsins. Þannig að ég sérstaklega ánægð með þennan kafla en það annar kafli þarna og eins og Kristinn kom inn á hér rétt á undan að þá var tekin svo ákvörðun inn í fjölskylduráði að fella læsistefnu sveitarfélagsins inn í menntastefnuna og það held ég að sé farsælt skref þannig að við séum ekki með margar stefnur sem kannski snerta á sömu hlutum að einhverju leyti. Og bara við lestur þessara læsistefnu að þá læsi í dag orðið svo miklu meira heldur en að kunna að kveða að eða bara tæknilegi hlutin að lesa því að við þurfum að lesa og greina svo margvíslegar upplýsingar í dag og í nútíma samfélagi og ofan á það að
metaðar með gagnrýnu hugarfari. Og ég vil líka nota þetta tækifæri og mér líst í grunninn mjög vel á þessa læsistefnu og ég held að ég fari rétt með að hún hafi einhverju leyti verið unnin í samstarfi við eða það hefur verið nýtt vinna sem þegar var búið að vinna innan Borgarholtsskóla í læsisteiminu sem þar sem að var að vinna læsistefnu skólans á síðasta skólaári og mögulega sú vinna enn í gangi. Þannig að það tali saman stefna skólans og stefna sveitarfélagsins. Og ég vil nýta þetta tækifæri. Það voru nokkrir öflugir kennarar sem að voru í Borgarholtsskóla og í þessu læsisteimi sem að sendu mér erindi þegar ég var formaður fjölskylduráðs síðasta vetur og ég vil þakka þeim fyrir þessa brýningu og það að sem leiddi til þess að farin var þessi leið að setja læsishlutann inn í menntastefnuna. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, já, ég held að þessi stefna sé all flestu ef ekki öllu leyti mjög góð. Það sem að ég vildi gera kannski var að einmitt að brýna sérstaklega foreldra og sjálfsögðu alla íbúa til þess að kynna sér hana og svo hins vegar að brýna starfsfólk sveitarfélagsins alveg frá yfir stjórn og niður úr til þess að fara eftir henni og nýta sér þetta gagn sem að búið að vinna fyrir okkur og stefnan skýr og ef við förum eftir henni þá held ég hún með leið okkur til jákvæðra niðurstöðu. Benóný hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sér kveðið sér hljóðs hana, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt skólastefnun orðþings 2026 til 31 að gefa merki með réttu pönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 6 sem eru viðaukar á velferðarsviði en fyrir sveitarstjórn lýkur afgreiðsla á viðaukabeiðni vegna málaflokks 04 fræðslu og uppeldismál og upp að 64,9 milljónir króna og málaflokkur 02 sem félagsþjónusta og upp að 33,9 milljónir. Á 244. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið vísar viðaukabeiðni vegna kjarasamningstengdra launahækkana kennara í Borgarholtsskóla sem og viðauka vegna lögbundinnar þjónustu og velferðarsviði til umfjöllunar í byggðarráði og samþykktar í sveitarstjórn. Og á 504. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að byggðarráð samþykkir fyrirliggjandi viðauka og vísar þeim til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið er laust. Enginn sem vil ræða það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þennan viðauka gefa merki með því rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 7 sem viðaukinn hreinlætismál. En fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðaukabeiðni í málaflokkinn hreinlætismál og upp að 20,5 milljón. En á 224. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið vísar viðaukabeiðni í málaflokknum hreinlætismál til umfjöllunar í byggðarráði og samþykktar í sveitarstjórn og á 504. fundi byggðarráðs var bókað að ráðið samþykkir fyrirliggjandi viðauka og vísar honum til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið er laust. Enginn sem vil ræða það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þennan viðauka gefa merki með það réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða, við förum í mál númer 8 sem viðauki brunamál og almannavarnir. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðaukabeiðni í málaflokknum 07 brunamál og almannavarnir að heildar upp að 27,3 milljónir og á 504. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir fyrirliggjandi viðauka og vísar honum til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið er laust. Enginn sem vil ræða það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þennan viðauka gefa merki með því rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 9 sem viðauki vegna tekjufalls. En fyrir sveitarstjórn liggur viðauki númer 5
við fjárhagsáætlun stjórnar Hafnarsjóðs fyrir árið 2025. Viðaukinn er gerður vegna tekjufalls vegna rekstrarstöðunar PCC á Bakka. Samtals fjárhæð er viðauki 122.500.000 króna lækkun tekjulið Hafnarsjóðs. Lagt er til að mæta viðaukanum með lækkun og handbæru fé A og B hluta. Og á 37. fundi stjórnar Hafnarsjóðs var bókað að stjórn Hafnarsjóðs samþykkir fyrirliggjandi viðauka og vísar hún til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Enginn sem ræða það, ég vil beða þau sem geta samþykkt það að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum þá númer 10 sem er samþykkt hunda- og kattahald en á 225. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráði vísa drögum samþykkt hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Norðurþingi til fyrri umræðu í sveitarstjórn og orðið laust. Sofía, við biðjum orðið, gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, sveitarstjórn, já. Hér eru drög að nýjum samþykktum eða endurskoðum samþykktum sem að sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs ásamt dýraverndunar starfsmanni okkar Guðnýju Maríu Voge hafa unnið. Þetta er fyrst og fremst mun skýrari og nákvæmari samþykkt en verið var og með til dæmis lýsandi kaflaheitum, auðveldara að kynna sér málið. Nú, þarna er verið að vísa skýrar í lagasetningar meðal annars, bæði velferð dýra og eins ábyrgðartryggingar. Það er verið að fjölga leyfisskyldum dýrum á hverju heimili úr 2 í 3, bæði köttum og hundum. Það er verið að setja inn ákvæði gestkomandi hunda. Það er verið að taka mið af þeim tegundum sem Matvælastofnun heimila hverju sinni í lifandi skjali, þannig að við erum ekki að telja upp þær tegundir sem eru til staðar, heldur er skjalið lifandi. Þarna er verið að kveða á varasama hunda einnig og lausaganga með katta er áfram óheimil með öllu. Þetta er svona stikla á stóru í þessum drögum í þessari nýju samþykkt, en eins og ég segi, hún er mjög vel unnin og ég vil þakka bæði Elvari og Guðnýju Maríu fyrir þessa vinnu sem þau hafa farið í. Við erum mjög heppin með dýraeftirlitsstarfsmannin okkar. Hún er mjög áhugasöm og vandvirk og ber mikla virðingu bæði fyrir dýrum og fólki og það er mjög gott. Sofía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ef ekki fleiri vilja kveða sér hljós, þá greiðum við atkvæðan þetta gangi til síðar umræðu með engum breytingum frá þessum fundi. Þau sem eru sammála því gefi merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 10 sem er samþykkt fiðurfé. En á 148. fundi sveitarstjórnar var samþykkt samhljóða að vísa samþykkt fiðurfé til síðari umræðu í sveitarstjórn, orðið laust. Enginn sem vil ræða það, þá vil beða þau sem geta samþykkt samþykkt fiðurfé að gefa merki með það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við höfum þá lokið afgreiðsluliðum og gerum stutt fundarhlé.
Já, fundið er framhaldið í sveitarstjórn Norðþings, hér í Sjóminjasafninu. Þennan fína dag og við erum komin í fundagerði til staðfestingar og við byrjum á 3 fundagerðum fjölskylduráðs, mál númer 12, 13 og 14, fundur númer 222 til og með 226 og ég vil minna kjörstaðarfulltrúa að taka til, segja í hvaða fundagerði vilja taka til máls og hvaða lið í þeirri fundagerð og orðið laust fundagerðir fjölskylduráðs. Aldi hefði beðið Orri, gjörðu svo vel, Aldi. Helena hefði beðið Orri, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, það er mál nummer 1 í fundagerð fjölskylduráðs nummer 225. Íþróttavika Evrópu heilsueflandi samfélag heitir þetta mál og mér langaði bara að koma á framfæri bara hrósi til starfsfólks okkar sem að stóða skipulagi og viðburðum í þessari viku. Þetta var virkilega flott og metnaðarfull dagskrá og sem að náði vítt sveitarfélagið og vonandi er þetta verkefni sem er komið til að vera hjá okkur. Helena hefur lokið máli sínu og öðru þá laust þennan fyrsta lið fundagerðar nr. 225. Eða aðra liði í fundagerði fjölskylduráðs, þá er orðið laust. Aldi hefur beðið Orri, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, þetta er mál í fundi fjölskylduráðs nr. 226 liður 4 sem heitir Betri leikskóli. Ég er aðeins búin að vera, það gengur vel. Ég er aðeins búin að vera að hugsa yfir þessu máli, bara Betri leikskóli, yfir höfuð. Það er búið að vera að fjalla aðeins svona hvernig við getum gert hlutina betur. Þá í tengslum við styttingu vinnuvikunar og mönnunar vanda sem hefur verið til staðar á leikskólanum. Inn í þessu erindi þar kemur fram með leyfi forseta, skólastjóri upplýsir vistun og sérskráningadögum og breytingu á vistunartíma í kjölfar lækkunar og vistunargjöldum fyrir 6 tíma vistun. Undir þessu máli voru engin gögn. Þannig að ég er að velta fyrir mér hvaða upplýsingar þetta eru sem var verið að koma fram, hvort að megi tala það og segja okkur frá því. Ein af leiðunum sem verið að fara að bjóða upp á 6 tíma vistun á tímabilinu 8-2 með 50% lækkun og gjaldskrá. Ástæðan fyrir því að ég er að nefna þetta er mikil umfjöllun 6 tíma vistun, þá aðallega í Kópavogi, undanfarna viku og vikur og þá óánægju með það fyrirkomulag. Og þá kemur á næstu spurningu. Mig langar til að vita hvort planið sé að fylgjast með ánægju eða óánægju foreldra og starfsfólks með þetta fyrirkomulag og þá hvernig. Samhliða því þá langar mig til að benda og oft þegar verið að skoða breytingar þá er mest talað við og hlusta á stjórnendur. Ég til að segja mjög mikilvægt að eiga samtal við fólkið sem er á gólfinu og hlusta á það hvernig það tekur, eða hvernig þeim finnst þessar breytingar vera. Það sem ég hef áhyggjur af er fyrst og fremst á hvaða hópa mun þessi breyting hafa mest áhrif. Bæði sagan sem og fjölmargar rannsóknir segja okkur er að konur sinna oftast meginþunga forstjár og umönnunarskyldu fjölskyldunar. Séu oftast svo kallað primary caretaker. Ég veit ekki hvað íslenska orðið er yfir það. Sem þýðir jafnvel skerðing á starfshlutfalli með tilheyrandi launatapi sem hefur síðan áhrif á lífeyrisréttindi þeirra. Að mínu mati ætti jafnréttisparadísin Ísland með öllu að stuðla að meira sjálfstæði kvenna og ekki búa til aðstæður þar sem laun og lífeyrisréttindi skerðast. Ég velti fyrir mér hvers vegna ættu foreldrar ungra barna að borga fyrir vinnustyttingu láglaunastétta kvenna með tilheyrandi auknu
álagi á ungar fjölskyldur og þá aðila sem í flestum tilfellum sinna framkvæmdastjórn og skipulagningu fjölskyldunar líka. Væri ekki eðlilegra að setja meiri þrýsting á vinnumarkaðinn að mæta barnafjölskyldum með betri hætti? Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið laust. Örstutt með leyfi varaforseta því að hér var komið inn á það hvernig á að gera, hvernig á að fylgjast með og svo framvegis. Það bara, svo því sé haldið til haga, þá þetta hafi við öll framboð aðgengi að öllu nefndum og getur sjálfsögur komið þar með tillögur, fylgst með málum, komið tillögur og jafnvel hvernig á að fylgjast með málum því eins og hér kom réttilega aldrei nefndi Kópavogsmódelið og það mikil umræða það að færa, eða Reykjavíkurborg er í innleiðingarfasa á eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið og var einmitt að birta þessi skýrsla niðurstöður sem sagt með ánægju þjónustuþegana, foreldrana. Ég held að í þeirri könnu voru börnin einmitt ekki spurð, þar voru held í foreldrar spurðir það, hvernig þetta hefði nýst þeim og þá kemur einmitt í ljós sem hefur alveg verið sagt hér, það að þetta hvílir kannski einna helst á, sem sagt, vegur þyngst, ekki að fólk geti ekki uppfyllt þetta, sem sagt fólk sem í svona bágustu stöðunni og þá einmitt konum. En bara því sögðu bara, já, vil ég nefna þessi forseti sveitarstjórnar, þá höfum við öll okkar kjörnu fulltrúi nefndum ráðum og þar að komi tillögur og leiðir og ábendingar að hvernig við getum gert hlutina. En orðið laust. Kristín Jóhann Lund hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kristín. Forseti sveitarstjórn, ég held að ég sé að svara aldrei með því sem hann að fiska af en það kom fram í samtali við leikskólastjóra að það gætti aðeins miðskilnings meðal foreldra með skráningadagana. En á sama tíma voru stjórnendur ánægðir með skráningadagana og þegar sem sagt, fólk farið að skrá börnin þá var þetta tækifæri til að hleypa starfsfólki í styttinguna sína sem það á. Enn sem komið ekki margir að nýta sér 6 tíma vistunina, svo sem ekki komið löngu reynsla á þetta heldur. Og eitt af því sem var nefnt í því samhengi líka sem sagt þegar kemur að Jesús minn það dottið mér nafnið á samþættingunni að ef að fólk ætlar sem sagt til þess að ná að hafa samfellu hjá barninu og það fylgi með leikskólastarfsmönnum í samþættinguna og klári daginn sinn þar. En þetta eitthvað sem við mögulega þurfum bara að skoða en eins og ég segi það ekki komin mikill reynslutími á þetta hjá okkur ennþá. En að sjálfsögðu munum við hlusta á athugasemdir ef einhverjir eru í þessu. Það alveg klárt. Ég vona að þetta svari því sem varstu velta fyrir þér. Ekki í rauninni nema við fáum þá á einhverjar ábendingar sem við þurfum að taka til okkar með það, en þær hafa ekki komið ennþá sem komið Kristín hefur lokið máli sínu, orðið laust þennan 4. lið. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Aldi. Forseti, takk fyrir þessi svör. Ég ger mér grein fyrir því að ég hef aðgang að gögnum en það svolítið flóknara þegar það ekki gögn undir málunum sem ástæðan fyrir því að ég var að spurja þetta mála því það var ekki neitt undir þess vegna langaði mig bara að vita hvað hefði verið að tala og ég sjálf ekki í fjölskylduráði og mér langaði þess að spurja þetta hér en mér langar þá bara til að nýta tækifæri núna fyrst ég að tala þetta að hvetja endilega þá fjölskylduráð til þess að búa til eitthvað plan hvernig þið ætlið að fylgja svo eftir til að kanna hvernig þetta gengur. Því það rosalega mikilvægt þegar við erum að gera breytingar að við fylgjum því eftir til að sjá hvort það skilar árangri fyrir okkur eða ekki og fyrir samfélagið í heild sinni. Þannig endilega takið þetta upp ef þið mögulega getið og ræðið þetta hvort þetta búið til eitthvað plan það. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena.
Forseti, það áfram með þetta mál, betri leikskóli og það langar mig kannski aðeins að koma inn á það sem að Aldi var að spyrja eftir eða ræða varandi samráð og ekki bara hlusta á stjórnendur. Þá satt hún ásamt Hönnu og mér í hópi sem var í undirbúningi fyrir þetta verkefni og þar var nú nokkuð svona víðtækt samráð við fulltrúa foreldra, fulltrúa starfsmanna innan leikskólans, við stjórnendur og svo framvegis. Þannig að þetta niðurstöður úr slíkri vinnu sem var umfangsmikil samráðsvinna. En og tek alveg undir það með henni, það alveg fínt að fylgjast með og að fjölskylduráð sé með svona eftirlit með þessum breytingum og áhrifum þeirra, því þeim var auðvitað ætlað að bæta starfsaðstæður barnanna og starfsmannanna okkar inn í leikskólanum. En mér langar líka aðeins að koma inn á því að Aldi var að ræða Kópavogsmódelið. Það birtist í síðustu viku á meðan við vorum á fjármálaráðstefnunni niðurstöður úr rannsókn sem var gerð á Kópavogsmódelinu. En fyrirsagnirnar sem við höfum séð í landsdekkandi fjölmiðlum, þær að mínu mati umtalsvert stórar miðað við það að þetta rannsókn sem nær til 20 einstaklinga, þetta eiginleg rannsókn, þetta ekki megindleg rannsókn sem nær til stórs hluta foreldra. Það vissulega hægt að draga einhverjar, kannski ekki beint að draga ályktanir, en hægt að segja að það séu vísbendingar að það séu einhverjir gallar. En þá skulum líka hafa í huga að við ætlum að bera saman til dæmis okkar leikskólastarf við leikskólastarf í Kópavogi, að við gengum ekki eins langt eins og þar var gengið. Til að mynda reyndum við að halda gjaldskráni á tímunum umfram 6 tímana, því sem næst óbreyttri, en hækkuðum ekki mikið eins og var gert þar. Að samaskapi þá erum við heldur ekki með gjaldfrjálsa vistun, þessa 6 tíma vistun, heldur hún á 50% afslætti frá því sem að áður var í rauninni. Ég held að ef ég má vísa í annað mál sem á dagskrá sama fundar fjölskylduráðs, þar starfsmannakönnun. Þar erum við farin að sjá kannski vísbendingar af því að sumar aðgerðir sem hefur verið gripið til að bæta starfsaðstæður í leikskólanum okkar, að það eru kannski farin að birtast í starfsmannakönnunni þar jákvæð teikn að þær aðgerðir sem gripið hefur verið til séu mögulega að skila sér. Þannig að við höfum starfsmannapúlsinn líka sem ákveðið tæki til að segja okkur hvaða árangri við erum að ná og sömuleiðis þá foreldrakönnunina sem lögð fyrir af þessum sömu aðilum og eru með starfsmannapúlsinn. Og eins og við sjáum líka í öðru máli undir sömu fundagerð þar sem að foreldrapúls úr Borgarholtsskóla eða úr Norðurþingi, grunnskóla Norðurþings. Þannig að við höfum allavega þau verkfæri sem að þar sem þær kannanir eru lagðar fyrir reglubundið og svo þá eftirlit fjölskylduráðs með því hvernig til dæmis þessi tilboð í rauninni til foreldra 6 tíma vistun, hvernig og hvort þau eru að nýtast. Helena hefur lokið máli sín, orðið þá laust þennan 4. lið í fundargerð fjölskylduráðs númer 226 eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá orðið laust. Þá förum við í þennan 4. lið. Heyrðu, Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Ingibjörg. Forseti sveitarstjórn, Helena talaði áðan hlutverk starfshóps sem að Aldi hafði verið í. Það ekki rétt að það hefur verið fjallað þetta mál í þeim starfshópi. Heldur í erindisbréfinu að greina íbúafjölda með tilliti til fjölgunar barna frá 12 mánaða aldri, leggja mat á þörf fyrir ungbarnarými, skoða möguleika á fjölgun barna í húsnæði og gera staðarvalsgreiningu fyrir aukið húsnæði leikskólans.
Takk. Þá hefur þessu verið komið á framfæri. Við förum í fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs sem eru mál númer 15 og 16, fundur 225 og 224 og orðið er laust og kjörnir fulltrúar taki fram í hvaða fundargerð og hvaða liði þeirri fundargerð. Orðið er laust. Sofía hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, það er mál númer 7 í fundargerð 224. Það er Borgarhólsskóli, viðbygging og innanhúsfrágangur. Mér langaði bara til þess að vekja athygli íbúa Norðurþings og þá sérstaklega Húsavíkur á þeirri nýbyggingu sem er að rísa hérna við Borgarhólsskóla, frístund- og félagsmiðstöð, glæsileg nýbygging sem gengur vel og nú er svo komið að farið er að huga að innanhúsfrágangi. Undir þessu máli eru margar myndir, mjög skemmtilega myndir sem lýsa hvernig innanhúsfrágangur verður og hvernig húsið mun líta út á innan. Ég er sannfærð að margir hafi áhuga að kynna sér þessar myndir og kíkja á þær því að þær eru mjög skemmtilegar og vel útbúnar. Þetta er skemmtilega og spennandi framkvæmd, gengur vel og ég bind mikla voni við starfið sem að verður síðan innan húsi í þessari fögru byggingu. Sofía hefur lokið máli sínu. Orðið þá laust þennan 7. lið í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 224 eða aðra liði í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs, þá er orðið laust. Svo er ekki, þá ljúkum við umræðum skipulags- og framkvæmdaráðs. Nei, við gerum það ekki neitt. Sofía hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sofía. Ásakið, forseti. Ég var að leita að málinu. Það er sem sagt í fundargerð 225 og það er væntanlega fyrsta mál. Nýji leikvöllurinn okkar. Ég vildi líka vekja athygli íbúa Norðurþings og þá sérstaklega Húsavíkur á nýja leikvellinum. Þetta mál varðar að vísu öryggisráðstöfunum fyrir börnin. Það er verið að búa til hraðahindrun og gangbraut til þess að börnin geti gengið örugglega yfir götuna til þess að komast á þennan nýja glæsilega leikvöll sem verið er að byggja upp. Einnig undir þessu máli eru margar mjög skemmtilegar myndir. Og það er það sem við höfum lagt í vana okkar núna undanfarið í skipulags- og framkvæmdaráði. Það er að fá myndrænt efni til þess að íbúar geti átta sig á því upp á hvað við erum að bjóða, hvað við erum að fara að framkvæma og hvernig framkvæmdi mun líta út þegar henni er lokið. Þannig að ég hvet íbúa einnig til þess að kynna sér þetta mál og þessar skemmtilegu myndir sem eru undir leikvallamálinu. Já, takk fyrir það. Þá lokum við sem sagt skipulags- og framkvæmdaráðs fundargerðunum. Við förum í 2 fundargerðir byggðaráðs, mál númer 17 og 18, fundur 504 og 505 og orðið er laust. Katrín hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti. Ég ætla að taka til máls undir fundargerð byggðaráðs númer 504 frá 18. september, lið 14 sem er fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga númer 983 frá fundi stjórnarsambandsins 29. ágúst, liður 5 í þeirri fundargerð. Drög að dagskrá fjármálastefnu sveitarfélaga. Til hvers að fara á fjármálaráðstefnu? Dagana 2. og 3. október síðastliðinn þá fór ráðstefnan fram. En þetta er árleg ráðstefna og hefur alltaf verið haldin í Reykjavík sem að væri reyndar gaman að breyta einhvern tímann til og bjóða til dæmis upp á Akureyri. En það var uppselta á ráðstefnuna og hefur verið núna í nokkur ár og það er 500 manns sem að hafa þar sæti. Þáttaka sveitarfélaga á ráðstefnunni er með ýmsum hætti.
en flest að senda sína sveitarstjórnar fulltrúa eða fulltrúa úr byggðaráðum. Einnig fara flestir sveitarstjórar, stjórnsýslu og fjármálastjórar sveitarfélaga á þessa ráðstefnu. Dagskrá ráðstefnunar í ár var yfirgripsmikil að venju. Á fimmtudeginum voru erindi fjármál og fjárfestingagetu sveitarfélaga, fjárfestingaþörf hafnainnviða, úrræði í hávaxtaumhverfi og virðismatsvegferð vegna kjarasamninga kennara. Eftir hádegi voru erindi frá fjármála- og efnahagsráðherra og innviðaráðherra og svo pallborð með ráðherrum og formönnum eða forsvarsfólki stjórnmálaflokka á Alþingi, svo eitthvað sé nefnt. Á föstudeginum var hægt að velja málstofur hvar erindin hvörfuðust fjármál, rekstur og áhættustýringu annars vegar og umhverfið, velferð og menntun hins vegar. Norðurþing hefur þá venju að bjóða fulltrúum úr byggðaráði, sveitarstjóra, fjármálastjóra og stjórnsýslustjóra á þessa ráðstefnu. Eins og núna háttar til þá samanstendur byggðaráð af öllum oddvitum frambóðana sem eiga fulltrúa í sveitarstjórn. 3 eru kjörnir fulltrúar og fara með atkvæði í byggðaráði en 2 eru áheyrnarfulltrúar. Öll þessi fá tækifæri til að sækja ráðstefnuna þannig að þáttaka frá Norðurþingi alls 8 manns ef allir eiga heimangengt. Nú ráðstefnunni streymt og einhver gæti talið það hinn mesta óþarfa að vera að senda fulltrúa suður. Og við höfum alveg séð umræðuna það aðeins núna á samfélagsmiðlunum, að fólki finnst þetta að vera óþarfi og mér finnst persónlega að sú umræða sé ósanngjörn. Í ljósi þess að ráðstefnan, hún svo miklu meira heldur en bara þessir fundir og málstofur. Í hverri kaffipásu eða matartíma tíminn nýttur til að samtala við kollega, samanburðar á rekstri sveitarfélaga, speglun á aðstæðum og að mynda tengsl við aðra kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga og sambandsins. Ráðherrar og þingmenn á staðnum til skrafs og ráðagerða, upplýsingagjafar, samtala og brýninga eins og einhver orðaði það. Og kjörnir fulltrúar þeir ná líka fundum og samverustund með sínu fólki innan sinna stjórnmálaflokka, þingmönnunum sínum og ráðherrunum sínum og geta nýtt þær stundir til hins ítrasta og meira segja kvöldin og tíminn á flugvellinum á leið til og frá ráðstefnu nýttur. Þá spjallað við kollega verkefnin og þær áskoranir sem að sveitarfélögin standa frammi fyrir. Og það kostar að senda fólk á þessa ráðstefnu, akstur eða flug, hótel og ráðstefnugjald, en mér finnst þeim peningum vera vel varið. Og vel varið fyrir sveitarfélagið. Allir kjörnu fulltrúarnir, þeir kosta líka miklu til sjálfir til að taka þátt. Þau þurfa að taka sér frí frá sinni reglulegri vinnu og verða fyrir tekjutapi, sérstaklega ef þau eru í eigin rekstri, því þá verða bæði þau og fyrirtæki fyrir tekjutapi þessa daga. Mér langar að fara aðeins yfir það hvernig ég nýtti tíma, því sannarlega var ég ekki á skrifstofu Norðurþings frá þriðjudegi til föstudags þessa viku. Ég fór af stað á þriðjudagsmorgunni, tók 1 fjarfund á leiðinni til Akureyrar með vegagerðinni og 3 öðrum sveitarfélögum og landshlutasamtökum starfsskýrslu sem starfshópur innviðaráðherra vinnur að innanlandsflug. Á Akureyri náði ég 2 fundum, annars vegar með samtökum ferðaþjónustunnar til að fara yfir uppgang ferðaþjónustunnar í Norðurþingi, en einnig áhyggjur okkar af aukinni gjaldtöku á skemmtiferðaskip sem virðist ætla að leiða til fækkunar á komum og tekjumissi fyrir hafnir og fyrirtæki í sveitarfélaginu. Þarna náði ég einkafundi við þessi samtök, mjög dýrmætt. Hins vegar þá vorum við á fundi með sveitarfélögunum á svæðinu og SSN með þingmönnum kjördæmisins í kjördæmaviku, þar sem að við fengum að hlusta á áskoranir allra sveitarfélagana, þar sem þau voru að brýna þingmennina okkar og gátum komið okkar málum líka á framfæri. Áður en ég keyrði suður í Borgarfjörð í náttstað, þá tókum við nokkur sem sitjum hér á þessum fundi, fjarfund með utanríkisráðherra og hennar aðstoðarmönnum og forstjóra PCC til að fara yfir stöðuna á málefnum Bakka. Á miðvikudeginni keyrði ég svo áfram til Reykjavíkur og fór á aðalfund samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum þar sem við fengum meðal annars beint samtal við forstjóra Landsnets. Ég átti fund þennan dag með áhugasömum uppbyggingu landeldis á Bakka. Einnig var ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem mikilvægur vettvangur fyrir umræður framtíðarskipan og fjármögnun sveitarfélaga á Íslandi. Og þann fund sitja framkvæmdastjórar sveitarfélaga, fulltrúar samtaka sveitarfélaga
og aðrir samstarfsaðilar Jöfnunarsjóðs til að ræða mikilvægi sjóðsins og hvernig hann styður við rekstur sveitarfélaga á Íslandi. Fimmtudagur og föstudagur fram að hádegi fóru í sjálfa fjármálaráðstefnuna, en eftir hádegi á föstudegi þá fóru við öll fulltrúar Norðurþings á ráðstefnu til fundar við Carbfix á Hellisheiði, þar sem við tókum stöðuna á mögulegu verkefni þeirra í Norðurþingi og skoðuðum kvótastöð. Mjög dýrmætt og góð heimsókn. Nú það var keyrt aftur heimalokinni ráðstefnu og tíminn á keyrslunni fram og tilbaka, hann er nýttur í símtöl við forsvarsfólk fyrirtækja sem er að sækjast eftir að koma á bakka og formanns starfshóp forsætisráðherra málefni atvinnulífs í Norðurþingi. Og kostnaðurinn fyrir mig, ég ætla bara að gera grein fyrir honum hér og nú, hann var 2 hótelnætur í borginni, það er svo sem ekkert ódýrt að gista hóteli í borginni, en það tók 2 nætur, ráðstefnugjaldið, sameiginlegu kvöldverður á 50. 2 parkarnótur fyrir gjaldskyldu á bílastæðum og svo nýtingin á bíl sveitafélagsins fram og tilbaka. Ávinningurinn fyrir mig og fyrir sveitafélagið ótvíræður að mínu mati. Katrín hefur lokið máli sín þennan 14. lið í fundageið Beðirásnum í 504. Orðið er það laust. Helena hefur beðið orðið, gjör svo vel Helena. Forseti, ég vil þakka Katrínu fyrir að vekja máls á þessu og mér langar aðeins að tengja þetta líka við bara starfsumhverfi okkar kjörnu fulltrúana. Það er í rauninni þannig að fyrir utan bara sveitarstjórnina okkar og fastanefndirnar þá eru ekki mörg tækifæri þar sem kjörnir fulltrúar eru að hitta kjörna fulltrúa annars staðar frá nema þá mögulega bara á vettvangi flokksstarfs þeirra frambúða sem að þeir starfa fyrir. Mér þykir hins vegar mjög mikilvægt og mjög gagnlegt að hitta kjörna fulltrúa úr öðrum sveitarfélögum sem búa við aðrar aðstæður eða áþekkar aðstæður við og tilheyra jafnvel öðrum frambúðum heldur en því frambúðu sem ég starfa fyrir. Og mér þykir það gagnlegt að því að önnur sveitarfélög sem eru með aðra meiri hluta heldur en til dæmis starfa hér eru mörg hver að gera mjög góða hluti sem við getum lært á og gert á okkar. Ef við hefðum öll þessi 8 sem fórum á eða þessi 7 sem fórum á fjármálaráðstefnuna, ef við hefðum öll setið heima og verið í streymi, þá hefðum við farið á mis við þessa samveru sem að Katrín lýsti vel. En þetta er líka, þykir mér, afskaplega mikilvægur vettvangur endurmenntunar kjörinna fulltrúa. Og það eru ekki mörg tækifæri fyrir kjörna fulltrúa til endurmenntunar. Þau eru sveitarfélagaskólinn sem er að miklu leyti bara rafrænn og það er Loftumskólinn sem að landshlutasamtökin okkar standa fyrir. Það er landsþing sambandsins þar sem að eru fræðslutengd erindi stundum eða sem að erindi sem snúa að einhverjum breytingum sem eru að verða á vettvangi starfsumhverfis sveitarfélagana. Og ég er þeirra skoðunar að, og það eru landshlutasamtökin standa náttúrulega fyrir sínum þingum og það er aðeins eitt þeirra sem er staðbundið, hin eru rafræn. Þannig að það er í rauninni, við eigum ekki einu sinni nema 3 fulltrúa maður rétt á landsþingi sambandsins. Þannig að þangað sendum við einungis 3 og það er annað hvert ár. Þannig að mér finnst í rauninni að við ættum að leggja upp úr því eins og gert til dæmis á Akureyrarbæ að það standi allir í sveitarstjórn til boða að fara á fjármálaráðstefnuna. Ég hef sjálf farið nokkrum sinnum og í öll skiptin komið heim með einhverjar hugmyndir sem að við höfum getað hagnýtt okkur og aðrir kjörnir fulltrúar hafa gert það líka. Til að mynda byrjuðum við að innleiða farsældina áður en að farsældin varð að lögum í gegnum sama módul og þeir í Múlaþingi nýttu sér í Austurlandslíkaninu og það var afurð þess að við fórum á fjármálaráðstefnu. Meðal annars. Og á þessari fjármálaráðstefnu þar satt ég í málstofu fjármál sveitarfélaga og kem heim með í farteskinu hugmyndir og betri yfirsýn varðandi opinber innkaup til að nefna eitthvað, sjóðstreymisáætlanir og lausafjárstýringu sveitarfélaga sem ég tel að sé mjög gagnlegt einmitt á þessum tímapunkti þegar við þurfum aðeins að herða ólina. Að við séum að stýra sjóðstreyminu okkar eins vel og við mögulega getum. Og
ég fagna því að við höfum farið og að það hefur verið tekin ákvörðun að fara frekar heldur en að vera heima og hlýða á erindin í streymi og hafa ekki tækifæri til að ræða við kollega okkar sem að standa í svipuðum eða sambarlegum sporum. Ég held líka bara eins og núna, við hlýtum á erindi þarna, við hittum fólk sem að hefur kannski gengið í gegnum álíka hluti eins og við erum að ganga gegnum núna og þá langum við að nefna til dæmis bara sveitarfélögin Reykjanesbæ og Árborg sem að hafa þurft að taka verulega til í sínum fjármálum. Við erum komið tengingar eftir svona ráðstefnur við einstaklingar sem að búa yfir reynslu sem er gagnleg fyrir okkur. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta Sveitarstjórn, ég vil nú bara nota tækifæri núna og varpa því á stjórn Sambands íslenska sveitarfélaga að önnur hver að lágmarki þriðja hver fjármálaráðstefna farið fram á Akureyri. Svo því sé komið á framfæri hér í pontu Sveitarstjórn Norðurþings, þá finnst mér að það er ekkert bundið að hafa hana í Reykjavík, hún getur alveg verið utan þess svæðis og við ætlum núna að skora á stjórn Sambands íslenska sveitarfélaga að halda hana annað eða lágmarki þriðja hvert ár eða mót til landsþingi á Akureyri. Mjög gagnlegar og góðar ráðstefnur, búin hefur farið þetta síðan 2010 og hefur bara einmitt gefist mjög vel og Norðurþing einmitt hefur verið beðið að halda þær erindi til að segja frá frábærum hlutum sem við erum að gera, vel sem aðrir geta lært af, en orðið laust. Þennan lið. Eða aðra liði í fundargerðum byggðarráðs, þá er það Ingibjörg, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Ingibjörg. Forseti Sveitarstjórn, ég ætla að tala byggðarráð 504. fund, mál 12. Það er varandi bókun sem var í þessu máli sambandi við erindi frá lögreglustjóra. Ég svona saknaði þess að sjá kannski, ég er sammála á bókunni, svo ég taki það fram, að sveitarfélög ekki að fjármagna ríkisstofnanir, en mér hefði kannski viljað fá að sjá að við tækjum samt jákvætt í þetta verkefni og fagna þessu framtaki lögreglunnar á Norðurlandi eystra að uppfæra sig tæknilega fyrir löggæsluna, okkur öllum til haga. Þannig að ég bara svona vildi aðeins, ég hefði viljað fá svona kannski aðeins meiri punta í bókunina. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta Sveitarstjórn. Þetta erindi hvað eingöngu á fjárhagslegan aðkomu sveitarfélagsins að þessu verkefni og sjálfsögðu getum við tekið vel í þá og bara finnst frábært ef að ríkisvaldi stendur undir sinni plikt að standa undir þeirri þjónustu sem ríkinu ber skylda að veita. Þetta erindi sneri að við myndum fjárhagslega styðja þetta verkefni. Ég er eins og sammála kannski Ingibjörg með það að fréttaflutningu var af þessu þannig eins og við hefðum bara alveg ekkert áhuga á þessu verkefni og vildum bara ekki fá það. Það var hins vegar óheppilegt. En erindið var eingöngu að fá fjármagn í þetta verkefni, ekkert hvort við vildum vera þáttakendur í það eða neitt slíkt. Og þess vegna er þessu einfaldlega bara hafnað án einhverja frekari útskýringa, við ætlum ekki að setja pening í verkefni sem ríkið ber sannarlega ábyrgð á því að framkvæma, en orðið laust. Þennan lið eða aðra liði í fundargerðum byggðarráðs og með leyfi varaforseta. Nei, það er rétt. Forseti ágæta Sveitarstjórn, það er liður 4 í fundargerð nr. 505. Má sjá, ég held að sé rétt hjá mér. Já, ég vil nota þetta tækifæri hér og hrósa Sambandi íslenska sveitarfélaga fyrir góða og gagnlega hagsmunagæslu sambandsins fyrir hönd sveitarfélaga.
það sem byggt á tölum og staðreyndum og það hefur stöðugt verið að auka veg og vanda sveitarfélaga, mjög gagnleg gögn sem að fylgja þessu og jákvætt hvernig Samband íslenskra sveitarfélaga að taka saman gögn og byggja síðan sína hagsmunagæslu á rökum og tölum og fara þannig inn í samtalið við íslenska ríkið sem alla jafna erfiðasti viðsemjandi sveitarfélaga, það íslenska ríkið. En ég ætla að nota tækifærið að hrósa starfsfólki sambandsins og Sambandi íslenska sveitarfélaga fyrir sína vinnu í þessu. Orðið laust. Þennan lið eða aðra liði. Svo ekki, þá lokum við fundargerðum byggðarráðs og að lokum það 19. mál, stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings, fundur númer 36 og orðið laust. Enginn sem vill tjá sig hana, þá telst hún framlögð og við höfum lokið við dagskrá fundarins og förum í fundargerð. Og ég vil biðja varaforseta að setja upp vökul augu að fylgjast með. Það farið yfir það hverju sátu fundinn, hvar við erum stödd og svo framvegis. Fyrst það þá atvinnumál í Norðurþingi sem verið lagt fram. Þar tóku til máls Katrín, Helena, Benóný, Hjálmar og Aldey. Og það var lagt fram, það sem þar kemur fram. Mál númer 2. Það var umsvif ferðaþjónustu í höfnum Norðurþings og þar samþykkt að gera bókun Hafnarsjóðs að bókun sveitarstjórnar eftir umræður þar sem að tóku til máls Benóný, Áki, Helena, Katrín, Hjálmar og Ingibjörg. Mál númer 3 boðuð þáttöku í samræðu varðandi frumvarpi lög á breytingum á lögum og sveitarstjórnarlögum. Þar tóku til máls Benóný, Helena, Áki og Hjálmar. Og þar sveitarstjórn, felur sveitarstjóra að vinna að umsögn til samræmis við umræður á fundinum og skila fyrir hönd sveitarfélagsins. Mál númer 4, Dark Sky og Norðurþing. Það lagt til að sveitarfélagi Norðurþing veri aðili að Dark Sky International og það fyrsta á Íslandi. Þar tóku til máls Hjálmar Bogi, Benóný, Sofía, Aldey, Áki, Katrín og Helena. Og það samþykkt með öllum atkvæðum nema 1. Við förum í, það mál númer 5, það skólastefna Norðurþings, endurskoðun. Þar tóku til máls Kitti, Kristin, Helena og Benóný. Og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi stefnu. Í máli númer 6, þar samþykkt samhljóða viðaukar á velferðarsviði, sömuleiðis viðaukar hreinlætismál, viðaukar bruna og almannavarnir og vegna tekjufalls, allt samþykkt samhljóða. Svo það samþykkt hunda og kattahald, þar samþykkir sveitarstjórn samhliða að vísa samþykktunum til síðari umræðu og þar tók Sofía til máls. Mál númer 11 samþykkt fiðurfé, þar samþykkt, samþykkt samhljóða. Svo það í fundargerð fjölskylduráðs, í fyrsta lið í fundargerð fjölskylduráðs með 225, liður 1, þar tók Helena til máls. Í fjölskylduráði í liði númer 4, þar tók Aldey, Hjálmar, Kristin, Helena og Ingibjörg til máls. Í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs í fundi númer 224, þar tók Sofía til máls undir lið 7. Og sömuleiðis í fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 225, fyrsta lið tók Sofía til máls. Svo fundargerð byggðarráðs númer 504, 14. liður, það tók Katrín, Helena og Hjálmar til máls. Það ekki? Svo það byggðarráð númer 505, þar tók Hjálmar til máls undir lið númer 4. Og var þetta ekki rétt? Hvað segirðu? Ég að gleyma einu. Takk kærlega fyrir þetta, varaforseti. Það liður 12, erindi vegna samstarfssveitarfélaga og vegna... Nei. Erum við ekki að tala þetta hér? Jú.
var þetta drónaverkefni, það Ingibjörg og Hjálmar sem tóku til máls þar. Fundagerðin samþykkt, engar athugasemdir við fundagerðina, þá slítum við þessum fundi og eigið góðan dag.